Jæja. Við erum búin að vera henni svolítið lengi, sko. Já, við erum búin að vera tölulega þetta. En við ætlum bara að koma okkur strax að. Mér langaði að minna á, út af því sem er að horfa, þið sjáið þessar fallegu pakkar sem eru hérna fyrir framan okkur. Og mér langaði að láta vita YouTube, við sitjum á YouTube því við erum búin að fá nokkrar spurningar. Það gerist smá klikk síðast. Já, það er bara lína köttaðist bara miðri setningu bara þannig og það voru margir, ég er svo hissa því ég gleyma oft YouTube-inu. Já. Það voru alveg margir bara býtu, akkur er þátturinn ekki komin inn og þú veist, akkur er bara klukkutími, akkur fekk lína ekki að tala meira. Þannig það er allt komið, þannig endilega fara að tjekkja á því ef þið viljið sjá. En þið sem eru í mynd, þið sjáu þessa fallegu pakka. Og talandi myndavélunar og upgrade og að laga, við erum svo glaðar. Við erum svo glaðar og þakklátar fyrir Origo. Já, við erum komin í samstarfi við Origo. Já. Það er svo geggjað. Þau, sem sagt, fengum nýja vél. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Þetta er snill, þessi er svo Guðrún sagði síðast, við erum bara alltaf að taka í hálftíma í senn og ég er alltaf að segja við Guðrún, alltaf sem ég sé í símanum þegar einhver er að tala, en ég er alltaf að tjekka á tímanum. Þessi tekur heldur betur lengri upp, þannig að það er strax mikill munur. Og líka bara, sko við finnum strax að þessi er bara miklu einfaldari. Miklu einfaldari. Ég setti bara á, þú veist, rekord og við erum bara, litirnir allt is fine, Já. We look good and I hope so, er það ekki? Mágar finna, það var ég bara það er bara, já en nei, þetta er ógeðslega flott myndavél og voru sem sagt að fá, þið sem eru að horfa Ástrósallar segur, þetta er EOS Já, nafni, Já. EOS R50 Já. Yes, og þetta er sko ég fekk þessa vél sjálf í gjöf fyrir einhverju síðan, allavega mjög svipað ég hef með einhverju nákvæmlega þessi en einmitt þessi svona basic vél að því mér langaði einmitt að byrja að taka myndir og ég held að þetta sé svona algjörlega geggjuð fyrsta vél fyrir þá sem hafa áhuga á ljósmyndun eða taka upp eða hvað það er, þetta er svona til að byrja að prófa þessi áfram, þessi sé alveg bara þessi geggju og líka bara þetta svona þú veist, þeir í búðinni fengum aðstöð að velja og þeir sagði þetta væri bara svona ég sagði bara, er þetta idiotproof? Þeir eitthvað, myndum ekki segja einhver væri idiot, en þetta er mjög einföld vél, skilur, þetta er basically, skilur, það er ótrúlega auðvelt að læra á hana og þetta er nefnilega ég og líka svipa og þetta er svona snertiskjár sem er ógeðslega þægilegt og það er hægt að taka upp og þetta er svona stendur hérna veist, fyrir þá sem vilja kannski taka skrefinu lengra, skilur, ekki út að símamyndir er alveg flottar það er bara allt annað í myndavél. Það er bara, it's not the same, sko. Líka bara gaman að eiga að taka börnunum og eiga svona aðeins meira evolved myndir, skilur. Ég maður fyrst ekki eignaðist hérna Canon myndavélinna mína og ég tók myndir og ég var bara, þú veist, mér leið eins og þetta bara flottasta mynd sem ég hefði séð. Ég get zooma inn á litlu puttana, þetta var bara, mér leið eins og ég væri bara a photographer, sko. Þannig, já, ég mæli með að hún er á afslætti núna, sé ég. Það? Já, hún er sko 12% afslættur, hún á að vera á 170 og hún er á 150 núna. Og svona myndalar, þú ert ekki að skilja, þú kaupir hana og þú átt hana bara, skilja, þannig þetta er alveg svona, þetta er fjárfesting en þetta er mér stæðar þessu verið, ég tek alltaf þessa með börnunum mínum, sko. Emitt mína lengur líka. Svo fengum við prentara líka. Já, því að svo þegar eru búin að taka fallegu myndinar, þá þarf að prenta út. Og ég ætla að segja Ástrós því að ég á hennar prentara gamla. Já, ég er svo spennt, þú eru að segja mér. Og þið sem eru að horfa, þið sjáu í pakninguna. En ég á sem sagt gamla prentaran og ég keypti hana með hjá Origo á sínum tíma og ég keypti hann því að mér langaði svo einmitt að geta prenta út myndir af barninu mínu og sett í myndaalbum. Og ég veit að margir sett í bókina sína fyrsta árið. Já, sett í bókina sína. Þannig þetta er fullkomið og það sem ég elska, þetta er ótrúlega einfalt. Þú bara nærði app í símanum og bara prentar úr símanum í, þú veist, skiluru. Fattaru? Þess vegna elska þetta svo mikið, þannig ég get bara farið núna. Þú veist ekki fyrir að segja mig það. Nei, þannig að ég get verið með myndina bara í símanum og prenta út. Hættu. Þetta er, ég er ekki að grínast ykkur, þetta er ástæðan, það er ekkert vesen, þú bara tengir þetta Bluetooth og ert með appið. Og svo getur þú sko, ég ætla að sýna Ástrós þetta, því að, sjáðu, svo getur þú gert svona layout.
En vá, hversu ekki, líka hugsa strax fyrir kort og svona. Já. Ég hugsa strax þangað líka, Já. þegar maður er að setja, gefa einhverjum ammálskjöf eða einhverju gjöf eða eitthvað, að geta prenta bara Já. mynd út og verið með í kortinu. Og þú getur alveg, og í appinu það er hægt að setja eitthvað svona, það er ekki eitthvað geðkjút, en ég hef alveg gert það, fyrir vinkonum minn að setja inn svona blöðurur og eitthvað Já, svona, ok, það er smá svona, geðveikt. eins og maður sé bara á þannig, hvað héta aftur, svona appið sem var í tölvunni. Já. En vá, ég vissi ekki að þú geti gert það bara beint úr símanum. Ég held þú þurftir að tengja þetta við hana. Þetta er snill. Þetta er sko... Nú er ég spennt að fara heim. Þetta er líka sko, ef þú ert með myndalina, þá getur líka verið með app fyrir myndalina. Bara tekið myndir, fengið að beint í síman og prenta síðan beint út. Þarft ekki snúrur en neitt. Þetta er amazing og þetta er ógeðslega góð gæði og ég er búin að prenta sko miljón svona myndir og er með þetta mitt í fyrsta árinu, bókinu minni. Þannig þetta er fullkomið sko, því að það er algjör synd að vera bara með þetta í ykkur skíi sko. Það er alveg að þetta prenta út. Þannig við mælum með. Mælum ekki með. Já. En já. En við ætlum að tala líka eins sex to sex og það var svo gaman og við byrjum að taka þessi mætti. Já, oh my god, það vorum í sjokki sko. Þetta var geðið skemmtlegt. Við heldum að enginn myndi mæta sko. Það var bara, ég var bara það var samt bara í morgunin eitthvað, var alltaf einhverjum með þetta. Við vorum svona í morgunin eitthvað, hvað er þetta, við erum bara eitthvað, það er að chilla. Það væri bara, líka bara, ég var bara, oh my god. Nei, við finnum fyrir the Mom Leaves Gang, sko. The Mom Club shows up. Já, það var líka bara svo gaman að hjálpa og vera bara svona. Og líka bara hitta aðeins, þú veist, svona, það sem er að hlusta og það var ógeðslega næs og gaman. Og en það sem er að gerast í 66 núna er að það er lagarsala 27. september og ég held að það sé svona ekta til að gera bara eins og viðbyrjum okkur, bara gera góð kaup skilur, þetta er algjör snill þegar fyrirtæki eru með svona lagarsölu finnst mér. Og líka bara margt nýtt og margir svektir að hafa ekki komist hjá okkur og nýtt afsláttinn, en ángriðist það er bara gullmólar þarna á lagarsölum. En líka prísin á lagarsölum. Ég er alltaf bara, oh my god. Ég bara, þú hefur keypt þér úlpu. Já. Ég líka held ég. Ég keypti mér mömmuúlpuna. Já. Hérna mannst ekki það sem að Linnea sagði að væri bara svona mömmulúkki, svo úlpa í, þú veist, hvítum sníks með böggabúvagnin. Já, nei, ég á þessu úlpu líka og þetta, ég bara í hana hverjum degi, sko. Bara sækja krakkana, það er bara mest á Íslandi, sko. Það við mælum með að kíkja þangað. Í 66 lagarsöluna, þannig gera góð kaup. Síðan langaði okkur líka, við náttúrulega, sko, ég er í sjokki að við höfum ekki minnst á þetta og það er líka í samstarfi Milt. Þetta er ekki að fallega flöskur, ég veit ekki ekkur við sögum ekki, þetta er mjög svona, þú veist, þvottaefnið. Já, tala umbúðirnar. Já, þær eru bara gett clean, finnst mér. Já. Þannig að þú ert með svona, ég er endur ekki með þvottahús, en ef ég væri með þvottahús, þá væri þetta svona, þú veist, aesthetically pleasing. Já, þetta er svona fallegt og líka bara, já, ótrúlega svona, flott þvottaefni og ég er með, sko, eins og þú myndist á seinast, þá er svo, mist allt einhvern veginn nást úr þessu og það er búið að gera rannsóknir líka á því einhvern veginn. Þú veist, ég var ekki að lesa mig til þetta meira. Já. Það er búið að rannsaka þetta þvottaefni gett vel. Það? Já, mér finnst það gett áhugavert. Það er ógeðslega En ég veit náttúrulega ekki, þú veist, hvernig það er með önnur, en ég held að þetta sé bara, þú veist, það er líka svansvottað, astma og ofnæmis prófað og þetta er bara svona, þetta er geggjað þvottaefni. Ég mæli með að kíkja, sko. Geggjað. Sérstaklega fyrir þú veist, ofnæmispissa og svona. Já, og svona viðkvæma húð og svona. Já. Alveg klálega fyrir það. Oh my god, jökull er bara strax núna veðri breytist. Já. Það er í andlitinu byrjar að fá svona eksem fiskubletti. Já, ég elsku. Oh my god. Þannig, já, ég er bara, maður þarf að velja ekstra vel, sko. En heyrðu, veistu hvað, ég gerði, ég fór og kíkti á hana Vínó kynninguna. Já, og mér langaði svo að fara. Ég var mjög stutt en ég náði samt aðeins að kíkja og það var mjög skemmtilegt og það var svo flott hjá þeim og bara... Já, var þetta ekki geggja? Jú, ég sá einmitt hérna þinn uppáhalds 0,0% Corona. Já, oh my god. Ég bara Guðrún... Ég elska hann, sko. Bara, þú ert mikil Corona-kona, sko. Ég sko líka bara, þú veist, ég er svona orðin núna meira en ég er bara mikil bjórkona, sko. Já, bara yfir höfuð, já. En ég, þú veist, ég er samt ekki í þessu eitthvað svona flóknum bjórum, en þess að Corona
það er svo næs að fá sér með miklu læmi. Ég mæli með að setja bara ekstra mikið læm og ef þið eru með svona eins og núna þriðjudagur, Taco Tuesday eða eitthvað. Taco Tuesday. Það er náttúrulega must að vera með eina Corona þar sko og bara óafengar sko því að ég er svo viðkvæm sko, ég má alltaf að ég fæ mér eitt bjór, ég bara finn fyrir í daginn eftir sko. Finnur fyrir daginn eftir, já. Þannig ég elska óafenga og ég veil það bara alltaf en svo, þú veist. Ég er einmitt svona með víni, ég get fengið mér 1 vínglas með matnum, ég er náttúrulega svo rosa French elska á mér. Ef ég fór með fisk eða eitthvað elska, ég fór bara svona pínu, ekki einu sinni sko fullt glas, skilur. Já. Þetta er bara svona, já, ég skil það. Live. Þannig að en ég er sammála með að finna fyrir, þú veist, ef maður komið í tökulösa eitthvað, þá erum við komin á þann aldur, Guðrún mín. Já, og líka þessi næs að bara fá sér óafengarnir mitt. Já, Corona Zero, það er mega næs, sko. Það var líka, ég var að hálf skrýninga, LXS, þætti 3, ekki er. Já. Og þá var ég eitthvað, mjög eftir þessu, þá var Hildur með Kylie-vini, hélt á Kylie-vininni. Og það er til, þú veist, með áfengi og óáfengt líka. Þannig að mér stæði svolítið svona sniðugt vín sem er óáfengt líka. Einmitt, og líka það er actually svona, það er ekki bara eins og að drekka bara eitthvað. Það er bara ógeðslega gott. Já, það er mjög gott. Og sérstaklega ég trúi eitthvað með preggo og mann langar svona að vera með. Já, og vera svona, fá svona, ekki bara að drekka epladjús. Æ, fattar mig. Já, ég fæ með vatn. Já, þannig ég mæli með, hvernig segir maður nafnið? Kylie Minogue. Kylie Minogue, já. Heyrðu, geggjað. Við erum alltaf bara, vorum að taka upp æðislega þátt, sko. Já. Hann er bara, oh my god, ég var alveg smá í sjokki og bara alls konar tilfinningar. Hún Svava, Kristín Grétars kom til okkar og bara, hún er algjör bara svona, hvað sem er, bara, hún er svo geggjuð. Hún er algjör nagli. Já, algjör nagli. Alveg með þetta. Já. Hún er svona einstök mamma, einstæð móðir og fór í lífi og gera þetta allt sjálf, sem er bara magnað. Bara magnað og líka bara, þú veist, hvernig hún er bara, þú veist, já, búin að fara í gegnum þetta ferli og bara alls konar sem kom upp á. Mér finnst það mjög skemmtilega þáttur og svona öðruvís, við vorum alveg mjög svona, við vorum mikið að hlusta í þessu, þetta er bara wow. Ég var líka alltaf bara, það er eitt moment sem hún segir frá sem ég þurfti að halda fyrir bara andlitið, sko. Þannig you're in for a treat. Já, þannig við mælum með að hlusta og njóta. Þannig já, gerið svo vel. Gerið svo vel. Jæja. Velkomin í mömmulífið. Takk fyrir. Svava Kristín Grétars. Já. Ertu ekki oftast kalluð Svava Kristín eða Svava Grétars? Ég þekki svona Svava Grétars. Það er bara svona samfélagsmiðla. Já, ég er bara Svava Kristín, sko. Já, ok. En ég er vissulega Grétarsdóttir, þannig já. Bara geggjað. Bara nota allt saman í bland. Já, ég var ekki viss, sko. En við erum ótrúlega ánægðar að fá þig því að þú var sko efsta lista hjá okkur, en svo náttúrulega stelpaðin bara tiny, þannig við vildum aðeins leifa að anda. Já, það við vitum að þetta er alveg svona ströggl þessa fyrstu mánuði, sko, þetta getur verið. Ég er bara honored, bara gaman að heyra og bara ótrúlega gaman að koma þá. Já, geggjað, en mér langaði rétt svo að fara inn í því ég var að segja við þig bara, mér er svo magnað, þú ert bara íþróttafréttakona, bara hefur svo ekki náða íþróttum. Mér langaði bara svona að heyra líka bara svona aðeins þig og okkur, bara hvernig byrjaðir í fjölmiðlum? Já, það er kannski skemmtileg að segja frá því hvernig ég byrjaði í fjölmiðlum því að mér langaði alltaf, ég náttúrulega í grunninn er íþróttastelpa, ég er bara lítil athyglisjúk íþróttastelpa úr Vestmannaeyjum og var alltaf í fótbolta og handbolta og það bara komst ekkert annað að, maður var að æfa með 2 flokkum bæði handbolta og fótbolta og var bara úti á æfingum allan liðlangan daginn og þú veist, í skóla bara alltaf í fótbolta og handbolta og bara ótrúlega gaman og lendi svo í því að þurfa að hætta vegna svona alltaf snemmæla út af veikindum og meiðslum og svona og það tók alveg ótrúlega mikið á mig að þurfa að hætta en áhuginu er alltaf til staðar þannig að þá kannski kom svona hvað getur maður líka gert annað og ég var líka komið með hennan á fjölmiðlum og þegar ég fattaði allt í bara get ég verið íþróttafréttamaður? Já. Það er geðvægt. Sniðið. Þannig að þá er ég bara svona unglingur að fatta það, ég get gert það og þegar ég flyttir Reykjavíkur þá bara gaggjast sækjum hjá 365, það var draumurinn að fá vinnu þar og ég vissi ég fengi ekkert, ég var ekki með neina reynslu eða menntun eða neitt, ég bara 20 og ég vissi að ég fengi ekkert inn í draumadjópi strax þannig ég fyrir bara á sækjum í þjónustuvörinu og hugsa bara, ok,
ég reyni bara að kynnast fólki og ég reyni bara að vinna mig upp. Ég Hvað finn vel út úr þessu. gert hjá þér. Af því að ég var búin að reyna að læra og það gekk ekki fyrir mig, ég átti mjög erfitt með að læra. Í þá fjölmiðlafræði eða? Ég byrjaði fyrst í HR viðskiptafræði, bara eitthvað allir. Það var bara hvort þeir einhverju viðskiptafræði eða sálfræði. Þú veist, ég trú viðskiptafræðina. Bara leðlasta nám eða. Já, nei, og líka bara, þú veist, money not well spent, sko. Nei, fyrir utan það bara. Dýrasta önn sem ég fór ekki svona í prófin, sko. Það var bara ekki séns fyrir mig, sko. Nei, einmitt. En þannig að ég ætla að hugsa bara, hvað get ég gert til að koma mér á þann stað sem ég langar að vera á þess að læra. Og ég þarna að jaskast í þessu þjónustöðveri í 3-4 ár og það má segja að þetta hafa allt saman gengið að reyna bara að kynnast fólki því ég ráðin inn sem íþróttafréttamaður á ásatíð. Það? Já. Oh my god! Þannig að, og þá fæ ég svona fyrsta gigið í sjónvarpi sem þá íþróttafréttamaður og þá það sumaraflýsingar. Og það 2015. Hvernig virkar þetta? Þú veist, þarftu þá að kynna þér, ertu með einhverja ákveðna íþrótt sem þú veist mikið eða þú veist, þarftu þá að kynna þér íþróttuna sem þú ert að skilur? Já, hvernig virkar þetta? Ég náttúrulega upphaflega þegar þegar ég segi ég var svo ung þegar ég fekk á fjölmiðlum, ég hélt náttúrulega það væri bara eins og Sky eða CNN eða eitthvað, það væri bara, ég væri bara aldrei í fríi, það væri bara hringt nótt og ég væri bara mættin í Hveragerði bara með mækin bara hæ, það er svona nei, þetta ekki svona í Íslandi, sko. Þú átt bara þína frídaga og þetta aldrei svona mikil æsi fréttamennska, sko. Og margir einmitt sem halda líka eins og með sportið bara, vá, hvernig kemstu yfir það að horfa á alla leiki sem í gangi í öllum heiminum og allt bara, nei, ég þarf ekki heldur að gera það, sko, við bara skiptum með okkur verkum og allt svoleiðis og sko, íþróttafréttamenn í sjónvarpi eða á VF eru kannski ekki alveg að sama. Þú veist, blaðamenn á kannski Vísi og svona, þeir eru svolítið að ræða alveg allhlið að fara yfir allt á meðan að sjónvarpi að taka kannski svona highlightsið og koma því í sjónvarp. Og þá þarf maður kannski bara svona undirbúða þær fréttir sem þú ætlar að vera með í sjónvarpinu síðan. Og ég get alveg sagt það, þetta var allt alveg ábótavant hjá mér 2015 þegar ég kem þarna gjörsamlega óreind inn og vissi náttúrulega bara einmitt, var ekki búin að læra neitt í kringum þetta, var ekki með neina reynslu í fjölmiðlum og svo bara, þú veist, ég veit það er svona epíst að koma labbandi inn á hæðina í fyrsta skipti og það eru bara Gaupi, Arna Björns, Höddi Magg og Valtý Björn, þú veist, þeir voru allir þarna og ég, eitthvað alveg hæ, strákar, ég ætla að vera með ykkur. Ég er sjokki, ég er svo ánægð með því því þetta er svo mikið svona, fólk heldur svo oft bara einhver kom bara, heyrðu, þú ert æði, kom þú og verð þú í þessu stóra verkefni, en það er bara maður þarf oft bara að vinna fyrir og sækja sig það sem maður vill í lífinu. Sérstaklega maður ekki með neina tengingar eða, þú veist, ég kom bara eitthvað úr Eyjum og vissi ekki eitthvað hvað ég var eða ég var ekkert búin að spila upp í meistaraflokk þannig að það var ekki heldur hægt að vita og hún var góð í fótbolta eða eitthvað þannig. Þannig að það var ekkert heldur hægt að, það var engin tenging við mig. Þannig að þeir bara þurftu í alvörunni að bara treysta því einhverjum sögum, það var Hjörvar Hafliða sem sagði bara þessi stelpa hérna hefur bullandi á íþróttum, hún er algjör töffari, þú veist, þetta er stelpan sem þið viljið fá með ykkur á sporti í sumar. Og Óskar Hrafn bara, vilt þú vera íþróttafréttamaður? Já. Þetta djóka. Hann eitthvað, já, ég er bara ándjóks og ég var bara, er þetta eiga sér stað? Svo var ég bara eitthvað, ég er bara eitthvað ásatíð og þeir eru bara eitthvað fuck í mér eða eitthvað. Og Óskar eitthvað, já, ég heyri á mánudaginn. Svo bara mætti hann í þjónustöður á mánudaginn. Eigum við að tjekka á þessu, viltu kíkja á fundið það? Oh my god. Ég gleymi þessum degi aldrei, sko. Fórstu bara eitthvað svona test og eitthvað þannig? Nei, sem ég ekki, sko. Þeir bara treystu mér og ég skilði það ekki. En bara sem betur fer, en þú veist, eins og ég segi, þetta var ábótavant hjá mér. Ég fór alveg rosalega eitthvað klúles inn í þetta og þú veist, ég fylgdi Gaupa einn dag, svo bara eitthvað daginn eftir, herru, þú ert að lesa í kvöld. Stefni, ég var í blackouti, sko. Ég ætlaði að segja, en þú veist... Bara satt í hliðinu Eddu Andrísar og svo bara 5, 4, 3... Það hefði liðið yfir mig. Ég hélt sko að þú hefði verið eitthvað svona atvinnukonna í fótbolta, eitthvað svoleiðis og alltaf verið í kamerunni eins og þið er alltaf eitthvað svona, já, leikunum gekk vel eða eitthvað svona og ég held bara að þið verið bara, vá, þessi er bara geggju fyrir framan kamerunna. Hún bara geggju í þessu. Já. Frábæri viðtölum. En vá, geggja. Nei, ég bara... Það er svo frábært að því það er ekki fyrir alla heldur, þú veist, eitt að vera í fjölmiðlum, annað að vera fyrir framan kamerunum. Já, það er ekki alveg sama, þannig að það er svo
gaman að skilur þú veist þegar það tvinnast saman skilur. Algjörlega og ég hef alveg sagt það, þú veist, ég meina við höfum bara okkur kosti og galla í öllu og minn galli, ég ekki góður blaðamaður. Ég hef bara alveg sagt að ég bara ekkert góður blaðamaður að sitja og skrifa heilu löngu fréttirnar eitthvað, þú veist, og það kannski kemur þá í baki á mér að hafa ekki verið í námi, ég veit það ekki, þú veist hvort að það sé ykkur tenging þar, en á meðan ég og mjög auðvelt með að koma fram og bara svona opna mig og spjalla og einhvern veginn svona spinna í kringum það allt. Þannig að það kannski líka kostinni mínir. Og þannig að hljómar sem ógeðslega skemmtileg skar. Mér fannst þetta alltaf svo áhugavert. Munið ekki eftir svona suður-amerísku fréttakonunum íþrótta. Hefur ekki séð það? Ég man alltaf eftir. Hefur ekki séð, jú. Það var alltaf eitthvað. Hola! Ég man svo eftir þessu. Það var, sá þetta alltaf þar og ég var bara eitthvað, vá hvað þetta fyndið, skilur. En mér fannst einmitt það svo magnað, ég sá svo mikið að því það var svo mikið af konum alltaf. Já, og það þannig rosa mikið í heimi, sko. Mjög jákvætt, en maður sér þetta kannski ekki mikið á Íslandi. Ekkert eitthvað... Betur við meira. Já, alveg meira núna. Ég er greinlega búin að breyta mikið. Alveg, sko. Ég horfi ekki í íþróttir, en kærasti minn horfi mikið á eitthvað svona, veist, eitthvað, ég veit ekki hvað þetta allt heitir, eitthvað svona eftir leikinn og eitthvað. Og þá ég ekki geðið bara... Er eitthvað sem ég tala þarna eitthvað? Já, en það er svo fyndið líka, þegar hann hefur verið að horfa á því kannski, verið að segja íþróttir. Eins sem ég er að pæli bara hvað þú ert bara, ég er vákvæmlega eitthvað confident, vákvæmlega flottum fötum, ég er bara að pæli því, sko. Já, bara með það er svo gaman að sjá konur í þessu starfi. Ég er að tala alltaf þegar maður var alveg upp og sá texta manni eftir þeim þessum suður-amerísku. Því hér voru þetta bara kallar. Bara Höddi Magga og þeir allir brjálæðir og það er sem svo gaman líka fyrst mér, þú veist, bara, jákvætt bara að fá konur inn, ungar stelpur, þess sem var svo ánæg, ég var bara, vá hvað hún er geggjuð að koma inn allt í hennu, smá gaman hlusta það í íþróttafréttir, þú veist. Smá gaman það er geggjað, vá, þetta er það, bara ótrúlega gaman að heyra. En það er gaman að sjá líka, sko, að þetta var náttúrulega, þetta var RÚV, það var enginn búin að vera á Stöð 2 í bara mjög mörg ár. Og ég fæ ekki áfram eftir þetta sumar þarna, það er bara fyrst sumarið og þá erum við talað það að ég þurfi kannski aðeins meiri reynslu og ég bara challenge accepted og ég fer bara að lýsa leiki, svona textalýsa leiki og skrifa umfjallanir og er bara að harka í því þar til ég kemur inn bara aftur þegar það byrjar að vanta aftur á fréttavaktir kemur bara aftur inn í afleysingar og svo bara full on man ekki, kannski 2018 eða eitthvað en þá eru mitt komnar fleiri á RÚV þá eru Kristjana komin og svo náttúrulega hafa bæst við núna Helga og þannig að þær eru nokkrar á RÚV en það er eitthvað minnum þetta á Stöð 2 ekki núna, það er bara að ég kom tilbaka á fæðingarorlofinu einmitt og jafna þetta eitthvað jafna eitthvað út sem er alveg bara mér finnst það mjög mikilvægt sko en mér finnst líka bara út af því að magna að heyra þig segja bara frá þessu og hvað þú bara eldir nákvæmlega sem þú vilt og okkur langaði með svo mikið að ræða þetta í dag bara að þú bara fórst bara þína leið og gerði það sem þú vildir það má ég segja, ég hef gert það í hvað ég segja, lífinu og starfi og öllu bara. Já, mér finnst það magna, þú ert mikil fyrirmynd. Maður þarf alveg að, stundum þarf maður bara, ef maður sér að maður kannski getur ekki farið hefðbundnu leiðina, þá hugsa maður bara, ok, mér langar svolítið að komast hingað, ef ég þarf að fara þessa leið, það er ekkert mál, og bara finn ég þá leið, og sama ég gerði, ég gat ekki lært, þannig að þá bara fann ég leið hvernig ég ætla að gera það, og ég vil að krakkar viti það samt í dag, áður en við komum að hinu, að hugsiði frekar, þú veist, að ég þoli ekki spurninguna hvað ætlar að læra þú veist, hvað ætlar að fara að læra hugsaðu frekar, þú veist, hvað viltu vinna við hvað viltu gera í framtíðinni hvað þarf þú að gera til að koma þér þangað hvernig getur þú komið þér þangað af því það er rosalegt menntastnopp og ég þoli það ekki fyrir þá sem ég geti kannski ekki alveg klárað það Vá, ég er svo samlega sko en já, svo náttúrulega bara langaði mig alveg svakalega mikið í barn og bara búið að langa í barn alveg svakalega lengi og ég grunar að því sé að ræða það Já, ég ætlaði með, þannig að það er bara mest magnað út af því að ég er að fylgja þér on the gram og ég með sá þegar þú tilkynntir mest mjög skemmtilegt þú bara, hvað sagðir þið? Þú sagðir eitthvað svona eitthvað mjög skemmtilegt, þú ert mjög skemmtilega á Instagram Ég sagði bara, sorry, algjör brisa ég sagði bara að ég stend eina þessu þannig ekki fara að reyna að rifja upp hvernig þið sáum í skemmtistarsleik síðast allir gera það ég hef bara í alvörinu staði sjálfa með því að reyna ofbóðslega mikið að finna út bara ok, þessi kona, þessi stelpa er búin að vera með þetta barn ég sé engan kalla bak við þetta ég veit ekkert
hver er pappin? Já, og ég er búin að vera já. að reyna að púsla saman og þarna var ég bara, ég nenni ekki að fólk sé bara Nei. eitthvað, býtu, ætli það sé þess, nei, býtu, hvenær var hún með þessu? Var hann ekki eitthvað tíma að deyta þennan? Já. Eða eitthvað bara, hætti þessu. Já, bara, þetta er, já, En ég þú fór sem eina sagt fyrir þessu. myself, sko. í Já. lífi og gerðir þetta sjálf og ert einstök og einstæð mamma. Já. Hérna, getur þú sagt okkur svolítið frá ferlinu og kannski svolítið af hverju og hvernig þú komst að þeirri ákvörðun að fara í þetta ferli? Já, sko, einmitt, ef við byrjum á því af hverju ég ákvað að fara í þetta, það er auðvitað því að ég vildi svo mikið eignast barn og ég var mjög ung þegar ég var bara, ég ætla að vera ung mamma. Ég var bara krakki, ég ætla að vera 17-18 ára þegar ég var mamma, svo ætla að vera í 17-18 ára bara eitthvað, nei, ég ætla að vera alveg strax, býðum aðeins. Þannig að þá hugsaði ég, já, bara svona 25. Þú veist, ég er búin að vera að plana það, hvenær ég ætla að verða mamma, bara frá því ég man eftir mér. Þannig að líf mitt hefur alltaf, framtíðarsýn mín hefur alltaf verið með barni. Og svo svona kemur að því að maður er 25 og 26 og 27 og aldrei gerist neitt og maður finnur engan maka og eitthvað og vinkonunnar allar farnir að eiga börn og svona og svo því sé aldrei haga. Í Vestmannaeyjum eiga allir börn rosa snemma og rosa mörg börn. Bara allir vinir mínir eru bara með 3 börn og giftir í einbýlishúsum, sko. Ég er bara eitthvað... Þannig að þaðan kemur það að mér langi barn mjög snemma. Og þannig að ég fer alveg svona, ok, ef ég verð ekki komin barn 30 þá ætla ég bara að gera þetta einn. Og þannig ég var búin að svona undirbúa jarðveginn, var búin að fara inn á European Sperm Bank sem er sæðisbankin sem að lifi og notast við og var búin að fylgjast, svona byrja að búa til aðgang þar sem er held ég mest creepy shit sem maður gerir. Þetta er búið til aðgang. Þetta er bara batna, þetta er sko myndir Þetta er ógeðslega skrítið. sem börnum. Þetta myndir af börnum. Þetta er bara barnamyndir. Já. Ok. Þetta er ógeðslega creepy Af stuff. sem sagt köllunum Sem sæðisgjöfunum. Já, sem Já. börn. Þannig að, og ég var bara eitthvað, nei, ok, ég er ekki tilbúin í þetta strax og þarna var ég kannski svona 28, 9 eða eitthvað, ég bara, ok, ég var bara á aðgangjarna, þetta er til þegar ég verði ready. Og Og getur hver sem er gert bara svona aðgang, bara, ég geti bara farið núna og bara, já, ok. og bara býr þér bara til aðgangsskiluru og þú veist, en svo náttúrulega, þetta er náttúrulega til þess að geta valið og allt það, komum kannski því eftir, en þannig að svo verið ég 30 og það er akkurat í COVID og COVID fór rosa illa í eina einstæða bara, já, barnlausa, makalausa, sem að langaði rosalega mikið í fjölskyldu og maður fann það rosalega mikið í COVID-inu svona barnafólkið mátti hittast en ekki, ég ætla að fann það í kringum mig, ég veit ekki hvernig það var hjá öðrum en það var rosalega mikið svona já, þau eru náttúrulega með börn en þú ert nú svona allstaðar eitthvað og ég var bara eitthvað, ég er samt ekkert sleikjandi handri í kringlunni, sko. Nei. Bara, Þetta má var ég líka koma í bara mat eða má ég koma í heimsókn, þú veist, þannig ég einangraðist rosalega og þarna var ég bara let's go, nú er tíminn, ég er tilbúin núna og það var alltaf líka þessi ákvörðun sem ég var löngu búin að ákveða og vita það að ég væri tilbúin að gera þetta. Það var rosalega einföld ákvörðun að taka að vilja gera þetta einn. En spurningin var hvenær er ég tilbúin að leggja dating life bara á hold ég meina þetta eru 1,5, 2 ár. Þetta er alveg 2 ár. Þetta er svolítið langur tími, þú veist, svakalega fáar, það eru örfá atvik, þú veist, einhverju undtekningar þar sem að einhver nær að byrja að deyta þegar hún er ólétt, en það gerist eiginlega ekki, skilur. Þannig ég þurfti að vera algjörlega fullkomlega tilbúin í þetta. Og ég er þar síðan 21 og hringi í Levíó og ég vildi vera alveg tilbúin. Bara búin að velja mér gjafa, allt ready, hringi í Levíó og panta tíma. Og þá var mér tjáð að það sé alveg nokkra vikna beið. Og ég eitthvað, já, það er ekkert mál. En þetta er í júní. Í ágúst er ég að fara erlendis. Ég eitthvað, er ekkert að fara að koma þessum tíma. Þú veist, nú eru 8 vikur liðnar. Ég vil ekki missa af tímanum, ég er að fara út. Og hún eitthvað, já, nei, þú veist, þú ert nú með 63 á biðlista ennþá. Hæ? Ég var bara eitthvað, er það grínast? Og það var eiginlega ein erfiðasta biðin. Ég fekk ekki tíma fyrir í október. Pantar í júní? Já. Og Oh my God. mér fannst þetta náttúrulega bara waste of time þarna og þarna, þú veist, vil ég segja við kannski allar sem að eru að pæla í þessu eða að íhuga þetta og eitthvað svona þið þurfið ekki að vera
þú veist, panti ég bara tíma á Livjó, þú veist, ég tek það fram algjörlega núna, það var náttúrulega COVID þarna og það var ástæðan fyrir svona svakalega langri bið. Það er ekki svona löng bið í dag, þau hafa alveg staðfest það við mig. Þannig að það er ekki svona löng bið í dag en það er rosalega gott að bara panta tíman, af því að fyrsti tími er bara spjall. Einmitt, bara svona viðtal. Það er ekkert bara eitthvað, jæja, og nú hefjum við meðferð, þú veist, þú hefur alveg kontról á öllu ennþá. Já, það er ekkert bara kont inn í herbyggja, við erum bara... Já, nú bara byrjum við, sko. Þetta er alveg ennþá nóg eftir, sko. Það er alveg ferli. Þetta er bara byrjunin, smá spjall, hvað þetta snýst, hvort þú sést tilbúin og svona hvar allir standa. Þú getur alveg ennþá tekið ákvörðun, ok, geggja, takk fyrir þetta spjall, ég hafi samband við ykkur aftur eftir hálft ár, eða eitthvað þannig. Þannig ég sé svolítið eftir því að hafa ekki haft samband við þau mikið fyrr til að geta síðan plana mitt. Af því að svo getur þetta ferli getur byrjað mjög fljótlega eftir þetta viðtal. Þannig að það er svona, en það var allavega gaman að byrja þetta og hefja ferlið og bara sjá svo hvað tæki við. Varstu þá búin að velja sæðiskefa áður en að þú fórst í þetta viðtal? Já. Vitandi þá að það, hvað heitir þetta? European Sperm Bank? Sperm Bank, right. yes. Og þú varst búin að fara þá inn á síðuna og skoða og bara velja það. Já. Hvernig er svo tilfinning að vera þarna inn á og velja, þú veist, hvernig valdir þau? Það er svo erfitt fyrst. Ég þurfti alveg að skipta nokkur sinnum, en sko fyrst þá er ég bara... Þú getur eftir ímyndað eitthvað, maður miklar þetta svo fyrir sér, ég meina við stundum erfitt með að velja augnskugga, sko, þú veist að það er ómargir til, sko, en það er og þannig að velja eitthvað sem er að fara að banna þig, eða þú veist, og þetta er alveg bara svona, þú veist, ljósari, brúnt hár, rauðharður, þú veist, græn augu, blá augu, brún augu, þú veist, þú fær náttúrulega bara að velja allt, en það er líka svo fyndið að þarna er líka bara eitthvað hvað tónlist hann hlustar á, fær hann freknur á fær hann freknur á sömurinn, hvað er upp á sliturinn hans, þú veist, menntun, starf oh my god, allt, þú fær náttúrulega bara allt og hvernig tónlist hlustar hann á, er eitthvað bara ok, þú veist, þú fílar ekki Metallica, sko, þetta er okkar nei, hvað, sko nei, þannig að þá var ég hann er eitthvað, þetta er allt erlendir, þetta er ekki ísl þetta eru erlendir, já, það er einn íslenskur sem ég var búin að allavega sjá hann inni ok, já en það er ekki nöfnin á þeim með það? Nei, þú setur bara tilbúin nöfn. Já, þú veist. Já. Þú veist, það var bara einhver, hann hétt eitthvað Dagur eða eitthvað, þú veist, en það er engin dagur. Það er ekkert að googla ykkur dag sem er endilega þarna. Okay. Og þetta er alveg allra þjóðakvikindi, eða þú veist, svo ég segi, þú veist, þetta er ekki, það eru margir sem haldið séu bara Danir eða eitthvað þannig. Já, ég held það. Þetta er bara alls konar. Þannig að það var líka ótrúlega skemmtilegt að geta bara fundið alls konar og en hann er Dani sem ég valdi og það er misjafnt hvað fólk vil, þú veist, ert að velja eftir menntun eða einhverju öðru, þú veist, sumir pæla mikið í því, ég pældi ekkert í því en okkur er svona ráðlagt að reyna að velja eitthvað sem er líkur manni og það sem ég gerði að því ég á 2 bræður, þannig að ég er heppin með að geta þá, þú veist, ég reyndi að finna eitthvað sem er svolítið líkur þeim, þannig að þetta væri kannski líkindi í, að því að ég get ekki alveg ímyndað með hvernig það er að eignast síðan barn sem maður tengir ekkert við, þú veist, sem er þú veist, ég viti það alveg bara, þú veist, ég veit ekkert hvernig, hvort að Áslauga Jökull eða Nóra eitthvað séu skilur líkandilega ykkur eða makanum, þú veist hvernig það er, en þá er stundum verið að blanda, þá ertu kannski eitthvað, nei, er þetta kannski augsvipur frá þessum eða ömmunni eða eitthvað, en eða þú veist með bara heilan helming sem þú veist ekkert þannig að ég var svona alveg, ég ætla ekki að fara í einhverja of afgerandi útlit sem ég kannast ekkert við. Ég reyndi að fara í pínu svona nútral útlit, þú veist, sem ég kannast við og ég sé ekkert eftir því og þannig að, og leiðum að fór líka bara að hugsa, heyrðu, þú veist, ef ég stendi inn á átó, þá er ég ekki að pæla í því hvort hann elski bleikan eða svartan eða hver er upp á sliturinn hans eða tónlistina, skilur þetta er einhvers hluti sem hún pælir ekki í maka, þannig að reynum kannski bara að hugsa frekar praktíst hérna. Já, og það var svona það sem ég gerði að lokum. Það er svakalegt, mér svakalegt að það sé bara eitthvað, ég fæ freknur á sumrin. Ég fyndi það bara. Og þú værir aldrei við eitthvað gæja mitt á átu og bara, hvað er þið freknur á sumrin? Eða skilu, þú ert ekki eitthvað. Viltu koma heim? Já, ok, gott, elska freknur. Bara, hvað
mamma inn í skóla eitthvað, Nei, þú bara ert ekkert að pæla í svona Nei, hlutum, sko. þannig- Þannig að, og líka bara eitthvað, þú veist, við hvað hann vinnur, þú veist, ég heyrði að einni sem var eitthvað að pæla því, ég bara, hvað máli breytt það við hvað hann vinnur í sínu heimalandi, eða eitthvað. maður er líka Elið þú barnið þitt upp og bara, já. og líka maður er oft bara að gera allt öðru sem foreldrar sín fattur mig, þú veist, í lífinu þannig að það er ég bara, já, skil ekki alveg, þannig að það var ótrúlega léttir að vera búin að finna, en svo er þetta líka ótrúlega skrítið, þú veist, sá sem ég vildi mest, hann var bara out of order in Iceland, þú veist, það mega bara, sem er náttúrulega bara, kvóti. já Þú veist, hann við ekki séð, The Man with Thousand Kids, Jú, ég sá þetta mitt, Ég er að horfa á það. Já, Ég reyndar að horfa ekki á þetta allt, en þetta er galið, sko. þannig að þá er það, Já. sko, á Íslandi mega, tvær fjölskyldur nota sama gjafa. ok, Þannig að, þú veist, eins og ofta þeir vilja, en, þú veist, þannig að ég á, svo kallað pregnancy slot, þannig að ég á pregnancy slottið annað þeirra af mínum gjafa, svo getur ykkur einn annar notað á Íslandi. og færð þú að vita hvort einhver annar sem er hitt slotti á Íslandi Mér get náttúrulega að sé það bara hvort Já, það hann sé já. uppseldur Já, á Íslandi. Já, ok. En svo er svo fyndið, þú veist, ég með þetta, þannig að þessi sem ég langaði mest í var uppseldur á Íslandi. Þú veist, svo fór ég í næsta og ég gæti nota hann og kom ekkert út úr því. Svo þarf ég að velja aftur og þá vil ég einn, en þá er hann bara, þú veist, out of stock. Þú veist, maður er bara eitthvað, nú en átt hann í medium. já, Þú veist, svo kemur bara eitthvað alveg, he's back in stock, bara alveg, þetta er skrítið. Eitthvað alveg, ok, ég En fer þú að ferð tjekka. svo í þennan tíma, þarna viðtalstíman, hvað gerst henni eftir það? Þá þarf maður að fara í test, eða þú veist, viðtal hjá félagsfræðingi eða félagságjafa og ég bara aldrei setið grillaðari fund á ævi minni, sko. Þá er náttúrulega verið að testa hvort maður sé bara capable, þú veist, hvort maður sé bara fær í þetta hlutverk Já. og bara að fara í þetta og fara í gegnum þetta allt saman, því þetta er náttúrulega alveg töff ferli og hvort maður einmitt geti bara yfir höfuð, 7 börn og bara gott spjall þannig kannski svona til að byrja með, en þú veist, svo er þessi kona bara eitthvað fyrir eitthvað að segja einmitt með að því að bróði minn bjó hjá mér, Já. yngri bróði minn, hún eitthvað, já, gott, ég sé að bróðin býr hjá þér, ég eitthvað, er það gott? Einu sem ég hugsaði var bara eitthvað unglingsbróði minn sem að, þú veist, geta sér núðlur í örbíkjöfni og eitthvað, þú veist, ég var bara eitthvað, hvað er svona gott við það? Bara, það er bara svo mikilvægt fyrir barnið að vera með sterka karlímynd í sínu lífi. oh my god, já þetta er sama önnur sagði Ég þetta er eitthvað- síkilegt Og hvað ef ég sæti þetta með kvenkins makanum mínum? Ættu við þá að láta eitthvað karlmann flytja inn til okkar? já, Svo barnið fengi sterka karlímynd í sitt líf. Nei, þú veist, þetta er sturlun. Ég var bara, ok, þú veist, er ekki árið í ár, þú veist, hvað var þetta, 2021 og ertu í alvörun að segja þetta? þannig það gætt mikið alltaf úlingsbróðin sem er með hitandi núðlur hann er svona, Sterka karlímynd. já, það er mikið alltaf hann sé hann En að þetta finna greinilega sko. er einhver svona stöðuleg spurning hjá þeim að því að hún Elisabeth deildi líka með okkur því sama. Nei. Hún fór með konunu sinni, þá fekk hún, Líka. þá fengu þær þessa spurningu hvort það væri, þú veist, Er það ekki að grínast? Sem þá, Já, þú veist, sem tvær já. konur. já. Eins og ég sagði þarna við þessa konu, Já. ég sagði, hvað ef ég væri með kvenkins maka, myndur þú segja þetta þá? Ok, ég held að hún myndi alltaf ekki segja þetta. Það er svo En það er segja líka. Það er svo alltaf tjekka á þessari karlímynd. þetta er bara svo astnæður, svo gæti bara Ég skil þetta bara ekki. pappin hafa verið bara þú veist, ótrúlega vondum æskilu, þú veist, maður svona í skil Nei, og líka bara börn geta fengið sterka karlímynd frá sko frænda, afa, kennara, þjálfara, þú veist, bara hvar sem er. Það er ekki eins og barnið sé allt í einu bara, það er bara kvenmenn í kringum það. Nei, bara eitthvað. já. já, þetta er bara, þetta er svo grillu spurning Vá. og þetta er líka bara Já, svona þetta er mjög spes. já, einmitt, þetta er bara svona hún fekk þetta líka, við vorum bara þú veist, þannig þær voru þær voru ekki nóskilu, það Já. þarf einhver annar líka að vera svolítið svona þannig Ég með maður þess að skildi ekki eins og þegar hún var að segja okkur þetta. Ég held að hún væri bara að tala um eitthvað plakka til bara vekk. Ástrós hélt að Ég var bara, ég var bara, Nei, Ástrós sagði, hvern sagði Það var þér? mikilvægt að hafa Brad Pitt. já, bara ég stórt sagði, plakat. hvern valduru? Hvern valduru? Ég bara, Ég ætla að velja hver David Beckham. er það Svarsnegar eða hver er hann að... Nei, og líka bara, og Elisabeth bara, þú veist, bara pappa minn og frændu minn, Ástrós ekki,
Ok, ég held að hún meina bara Nei, en er það grína? Ég bara Ok, ég skil það, ég þurfti Elísabet að vera bara eitthvað alveg pappi er mjög sterk kall, ég myndi fleiri Já, ég veit Nei, ekki, bara, en hún ha? sagði allan að hún hefði þurft að segja, skilu, Já, hverju voru við þeirra og- lífi, sko. skilurðu Já. mig, þetta er alveg Þetta er eitthvað svona stöðru spurningar. og líka, þú veist, bara Ég get ekki, þú veist, ég ætla bara að segja þú veist, kallmenn getur aldrei það sem konur gera, ég ætla bara að segja þú veist, ganga með börn, fæða bara they could never, þannig, þú veist, bara, já Nei, og líka bara, ég get eignast maka eitthvað tíman og ég meina, fyrir það, bróður minn er fluttur út núna, sko. Já, einmitt. Hann er búinn með skóla, hann er farinn. Já, þetta er svo grillast, Bara einskota félagsfræðingurinn frétti ekki af því. Nei, ég Þú veist, veit þá er barnið kannski tekið af mér. Bara Ég einmitt. ein með hana. Þetta er hræðilegt. Þetta er bara eitthvað, þetta er svona, já, þetta er mjög skrítið. Svo reyndar er mjög fyndið. Dóttir mín er nákvæmlega eins og þessi bróður minn. Að Það það? er ógeðslega fyndið. Stekka kallímyndin. Þannig greinilega bara, Já, þannig að það er mjög... En Já, þú ferð þá þannig- í þennan félagsrákjaða tíma. sem allir þurfa að fara í. Já. Sem ég náttúrulega geng hálfpartin, ég var bara, bara í ég var áfram. nánast bara eitthvað, þú veist, þurfum við að ræða eitthvað meira. En þú stelst það? Ég stóðst þetta, ég fekk leyfi til að halda áfram. Já, ok. Þannig að þá bara var hægt að hefja ferlið. Það var bara á þessum tímapunkti var ég búin að panta sæði hinga heim og ég held ég hafi farið í fyrstu uppsetningu í nóvember og ótrúlega spennt. Ég var bara, ok, ég verð get kannski tilkynnt jólin að, þú veist, fjölskyldu og eitthvað svona og að því að maður sér ekkert annað fyrir sér því ég hef ekkert reynt og þau náttúrulega bara eitthvað, já, hefur lent í einhverju eða eitthvað og þú veist, nei, þá ertu örugglega bara þá er ekkert Bara því til góð. fyrstu að það verði eitthvað vesen. Varstu ekki til kvennsveitumlæknis eða eitthvað svona til að tjekka, varstu ekki sendið neitt? Ekkert. En Engin ertu ekki tjekk? sendið neitt þannig? Nei, blóðpröf til að átta hvort sem HVF og eitthvað. Já, ok. Fokk þetta skrítið. Þannig að það er ekkert, þú veist, það er ekkert tjekka neitt. Ég hefði haldið þú þurftir að fara til kvensjúkdómlæknir, hann bara svona skoða og eitthvað. Það er bara... Stokkana og svona? Af því Já. að það er ekkert því til fyrirstöðu, þú veist, þarna og ég veit ekki, þú veist, vil ég fara í glasa eða tækni og Hver er munur? þannig að bara svona frábær spurning, Já. tækni er svona einfalda svari bara eins og myndi gera heima, þú veist, það er bara Já, sprautað upp á meðan að Þegar þú ert að eglúsa? já, Já. og meðan að á meðan að glasa, þá er náttúrulega eggin tekin út, þá fyrir eggheimtu Já. eggið frjókað og frjókað egg sett upp. The embryos. Já, Það er bara er það ekki, það er aðeins Ég svona var meira svo inngrip, náttúrulega meira... mikið, já, talsvert meira og þá þarfst að fara að sprauta En þau það hormónum frist og síðan og svo sett upp? Getur ekki Nei, frist það þau er- það? Jú, það er náttúrulega hægt. Já. Þannig að þú getur frist og en oftast er náttúrulega bara reynt að nota allt. Já. Þannig að því að það sem það er sturlun hvað við náum, hvað bara heimurinn getur fjölgað sér því þetta er galið, hvað þarf að gerast til þess að verða óléttur, þú veist þá er ég að tala um leiðin, eins og þetta, Já, þú veist já. ekki þarf að frjókast og það þarf að taka viss stig, þetta eru 5 stig, það þarf að verða að þessari svokölluðu kímniblöðru, kímniblöðran fer síðan upp, hún verður að festast við vegginn, þetta þarf að byrja að þróast áður en þú veist, ert orðin ólétt og maður er bara eitthvað alveg og þetta gerist bara í fólki bara one night standin á klóst á B5 sko. Mér finnst það alltaf jafn amazing. Ég Þegar skil fólk er það ekki, bara hvernig gátu þið hitt á bara Já, egglós, bara akkurat. þið bara, já, Þetta var bara, já. en þannig að þetta, já, ég byrjaði í þessum tæknifrjókunum, Já. ég er búin að fara í held ég 3 eða 4 þegar að ég er bara eitthvað, þetta er, þú veist, þá er fara að draga eins að mér, sko, að svona bara hvað er í gangi, okkur gerist ekkert og þau ennþá bara, já, þetta getur bara tekið tíma, býtu bara, þú veist, það þýr ekki að vera eitthvað óþólum og þér. Þannig að þá fyrst ég kanna hvort að þeir séu nokkuð stíplaðir eggjaleiðarnir hjá mér. Ok. Ég er bara eitthvað, af hverju var þetta ekki gert strax? Já. Ég trú ekki að við sem að gera þetta núna, að ég sé kannski bara með stíplaða eggjaleiðara og ég er búin að eyða öllum þessum peningum Já. Já. í eitthvað sem var bara aldrei að fara að vera. Og færði það ekkert endurgreitt þá? Nei, endurgreitt. Þeim að kenna. Ég Þeir eru veit þetta, það. oh my god. En þarna En bara, þú mælur veist, þá ekki með að þú ert í þessu ferli Allar. að fara til kvennsveitumlæknis Jú. eða eitthvað sjálf? og bara að allar sem ætla að fara í þetta Já. verið búin að kanna alla möguleika fyrst og sérstaklega sko að
biðjum allar skoðanir og líka bara munurinn er gigantískur, verðmunurinn er mjög mikill á tæknifrjókunum og glasa og það er kannski ástæðan fyrir að margir byrja á tæknifrjókunum. Já, einmitt. En þeir upp í staðið bara langbest að fara bara beint í glasa sko. Já. Það er bara svoleiðis. Kannski miðað að þú ferðir aftur tækni, þá ertu kannski komin upp í hina upphæðina. Já, ég var löngu komin upp í þá upphæð sko. En máttu gera það strax, hvað er að glasa? Já, þú máttu ráða bara hvort þú gerir. Vandamálið er það, þegar til dæmis ég er í þessu. Þarna er ég byrjað hérna ákveðum 3-4 tækni og svo kemur, þá segi ég held að ég búið með 3 þegar ég segi, ég vil bara fara í glasa. Og það er þá í febrúar, nóvember, janúar, febrúar. Þá segi ég vil bara fara í glasa. Það er bara, ok, ekkert mál, við skiljum það vel bara á þessum tíma, við viljum bara mjög eðlilegt og viljum fara í glasa. Við hefum laust inn í júní, þú veist, þá er náttúrulega, þá er svo erfitt þegar maður er byrjaður ferli, þetta er farið að draga að manni, þú veist, þetta er alveg, það er stressandi bara að taka, ég hef aldrei trúið eitthvað, stressandi bara að taka egglosprófið, sko. Sem er bara eitthvað ógeðslega einfalt, sko. En bara eitthvað, nei, af því að svo náttúrulega, ég má ekki fá, þú veist, ef ég með egglos á föstudegi, þá þarf ég að sleppa þessum hring, því þau gera ekkert helgi. Oh my god. Og ef ég fá egglos á, þú veist, miðvikudegi og svo kemur 7. fyrsti, nei, lokað þá? Já, lokað öllum. Þú veist, þannig að ég lenti líka, ég var ótrúlega opin, það var páskar, það var 7. fyrsti, ég lenti í alls konar svona frídögum, þar sem þá bara, og heill hringur hjá konu í þessu ferli, hann er ekki 28 dagar að líða, sko. Hann er bara, þetta er svo ógeðslega erfið ákvörðun að þú veist, og svo bara þá er komin 2 mánuðir, þú veist, þannig að þú getur reynt næst. Og þetta er svo erfitt, þetta er svo líjandi, þetta að fara að setjast svo sálina. Og þarna þá þurfti ég að taka ákvörðun, ok, vil ég þá fara í júní? Og ég, ok, já, ég tek það, ég fer þá bara í glasa í júní, en ég vil halda áfram í tækni fram að því, til að missa ekki tíma. Nei, það má ekki. Ég eitthvað, akkur ekki? Það eru, þú veist, 5 mánuðir í þetta. Nei, þú mátt ekki vera skráðið 2 meðferðir á sama tíma. Ég eitthvað, það er að grínast. Ég bara skráði í eina meðferð, bara frjókunar. Ég vil bara verða ólétt. Nei, þetta er samt ekki hægt. Ég eitthvað, hvað meina þetta sé ekki hægt? Og þá, hún sagði actually bara, þetta er bara svona computer says no, sko. Þú veist, við bara getum ekki skráðið. Ég var bara, ok. Og þá var ég ekki tilbúin að bíða. Þannig ég hélt áfram í tækni. Og svo náttúrulega bara kom júní og ég var bara djöfullin, ég er ekki ennþá ólétt. Nú gæti ég verið á leiðinni í glasa. Þannig að nú er aftur 4 mánaða bíl. Þannig að þetta var svo erfitt að taka ákvörðun. Þannig að ég hélt bara endalaust áfram í einhverjum tæknifrjókunum. Og bara hefði alveg getað sprautað öllum sem sæðum bara í hafið, sko. En hvernig varstu líka á, þú veist, hvernig varstu bara andlega, á þessu tímabili, þú veist, spurði fjölskyldu og vini. Ég var skelfing, ég ítti svo mörgum frá mér og bara nánum vinkonum, mjög nánum vinkonum annað sem að ég bara var ekki sanngjörn við og ég viðurkenni það alveg og ég þurfti alveg að ná því tilbaka og þú veist, ég átti bara ógeðslega erfitt og að því að líka, þú veist, þegar ég byrjaði þetta ferli, þá var ég líka orðin svolítið þunglind, ég veit ekki hvort þið, fyrir, þú veist, ég veit ekki hvort þið vorum að sjá, þú veist, ég var farin að taka það svo inn á, þú veist, ég átti orðið svo erfitt með að samgleðast, bara bestu vinkonum mínum og fjölskyldu og öllum, mér fannst svo erfitt þegar allir voru að tilkynna mér bara, mér fannst bara börn bara poppa upp út allt. Allir að sína svo mér langaði það svo mikið og ég var bara, þú veist, kannski einhverja tilkynna mér og hún ætti vona á, þú veist, öðru og 3. barninu, ég var bara áttu ekki að nógu það. Þú veist, en sem betur fer, þá náttúrulega, þú veist, 8 mánuðum síðar þegar barnið kemur eða eitthvað, þá gat ég samklast þegar barnið kom síðan í heiminn, ég brotnaði bara niður, stanslaust, bara heyra svona fréttir og svona. En þetta er bara ógeðslega erfitt, Ég held að þetta sé rosalega algeng tilfinning. Þetta var svo erfitt, sko. Ég hafa gengið gegnum það að eiga erfitt að eignast börn og einmitt hafa lýst þessari tilfinningu að það er ótrúlega erfitt fyrst og fremst kannski að líða þannig. Það er eiginlega erfiðast. En svo líka fá samviskupið yfir því að líða þannig. Já, þetta var bara eitthvað svona ég get ekki, hvað er leiðilegt að get ekki samgleð, skilur, og leiðilegt að líða svona og leiðilegt að upplifa þessar tilfinningar, skilur. Ég man bara svona stað og stund hjá alveg bara svona nokkrum aðilum hvar ég var og hvernig mér leið þegar þau tilkynntu og ég eitthvað svona oh my god, til hamingju geðveikt og eitthvað svo bara fer ég út í bíl og ég bara
brotna niður og ég fyrir bara hágráta og svo ég bara eitthvað, af hverju grátandi við því að besta vinkona mín sé að verða ólétt, eða sé að eignast barn, bara ég á að og ég öfundaði svo innilega, vinkonur sem voru ógeðslega spenntar fyrir því að vinkonurnar voru eignast börn. Já, Ég var bara alveg, af hverju getur mér ekki liðið svona? Bara hvernig getur þetta verið svona flókið? Og það var náttúrulega það sem ítti mig líka svo mikið í það að byrja þetta ferli. Bara ég get ekki með, nú hætti ég að pæla í ykkur maka. Auðvitað langar mér mikið alveg í fjölskyldu og mér langar í maka líka. En það er eitthvað sem ég get gert alla ævi. Já. Ég get alveg verið 40-50 að eignast maka. En ég get það kannski ekki að halda áfram eignast börn. Þannig að maður þurfti að forgangsraða og þá er sniðugt að fara í það, en það var líka ógeðslega erfitt að vera þá svona lengi að ná að verða ólétt. Hvað var þetta langt ferli frá því þú byrjaðir og varst síðan, fegst síðan þá tilkynningu að þú væri ólétt? Þetta er þá 2 ár. Þetta eru 2 ár frá því ég byrja ferlið. Viðtalstíman með hana? Ekki? Jú, 2 ár, já. 2 ár? Já, frá því ég fæ, Það er svakalegt. frá því ég byrja viðtalstíman það. Og líka, einmitt eins og segir árin fyrir, þú ert orðin svo tilbúin, Já. búin að gera grunnvinnuna, þú ert bara svona, þannig að bíða ennþá lengur, að geta ekki bara labba inn og bara, heyrðu, ég er tilbúin. Já, líka þegar maður heldur að maður sé bara, ég fór bara barnslega hugsunin. Ég fór þarna inn og svo var ég bara eitthvað alveg, ok, þannig að, já, ég er að eiga þá í janúar, ok. Já, Nei, já, því miður, kennst ekki þetta ammali. Já. Nei, ég var að gera svolítið. Þannig ég var bara alltaf að plana, ég var bara alltaf, eftir 9 mánuði verði ég að eiga barn. Já. Þú veist, aftur og aftur og aftur, en svo reyndar undir lokin var þetta pínu orðið bara eitthvað svona, nei, ég er ekki að, ég veit ekki hvort það sé að fara að takast, Tókst þetta ekki þá, eða? Þetta tókst, þetta handjóks, þetta sérstaklega þegar þetta tókst, þá var ég, því að þá var náttúrulega alltaf að vera að biðja mig að skipta gjafa. Bara eitthvað, prófum nýjan gjafa. Þið greinlega eruð ekki mats og eitthvað svona. Og þannig að það, því að eggin litu bara, það leit alltaf ágætlega út hjá mér. Þannig ég, prófa nýjan gjafa. Og það var pínu orðið bara eitthvað, I don't give a shit, þessi er bara fínn. Já. Og svo, þegar kemur að þessari örlaga ríku ferð í bæinn, ég var akkurat í Eyjum það var svona tónlistarhátíð í Eyjum Hljómi heiti það. Þannig ég var bara á djamminu á föstudegi, fyrir 7 morguninn í bæinn á uppsetningu í hádeginu eða eitthvað. Og þannig bara ég var að segja ykkur það líka með Liv, já, það er sérst fannst einn embryós, fósturvísir í fristi. Já, sem ég átti. Nei, já, ok, ég segi ykkur það, ok, ég fór sérst í það sem var að gerast þegar ég fór í glasa, þegar ég byrjaði það ferli, var að ég fekk aldrei uppsetningu, af því að mín egg, það frjókuðist kannski bara alveg 12 egg eða eitthvað, bara alveg, geðveikt, 1 lítur að lifa. En svo er það þannig að þau þurfa að taka rétt þroskastig á þessum 5 dögum, þannig að sé hægt að gera uppsetningu. En mín bara stoppu, þau fóru bara öll í vaskinn. Það varð aldrei, þau tók aldrei rétt þroskastig, þannig að þau eru tilbúin til uppsetningar. Og í fyrsta skipti sem ég er að fara, þá fæ ég símtal, þá fæ ég SMS, bara mæting á morgun klukkan 1 eða eitthvað. En þá var búið að segja mig, ég ætti að mæta 1:30. Þannig ég hringi inn yfir, hvað misvísandi skilaboð, ég vil alls ekki mæta rétt vitlausum tímaskiluru í þetta, í uppsetningu á fyrsta fósturvísunum hjá mér. Og hún eitthvað, nei, þú ert ekkert skráðið hérna hjá okkur. Ég eitthvað, jú, ég var að fá SMS. Og þá var þetta bara einhver símadama sem segir við mig þannig að ég er bara einhver bílaplani á leiðinni inn í einhverja verslun. Hún eitthvað, nei, það er ekkert, það eðlaust, það er engin egg í lagi hjá þér. Og ég er náttúrulega bara höggið, ég bara brotna niður, ég bara fyrir hágráta þarna og ég skil ekki og hún ég læt bara hringið þú eftir og svo hringi læknir og hann bara fyrirgeði þú átti náttúrulega alls ekki að fá þessar upplýsingar svona, við ætluðum náttúrulega að hringi í þig og þarna hefði náttúrulega þessi símadama átt að segja, já, ég skil ekki af hverju ég sé þetta ekki, ég læt bara hringi í þig. Hún bara tilkynni mér þetta einhvers staðar, maður vill náttúrulega vera í öruggu umhverfi þegar maður fær svona upplýsingar. Þannig ég fekk ekki uppsetningu þá. Og svo aftur þá fæ ég samdags bara símhringingu, bara það verður engin uppsetning í dag og mann bara, en þá var ég heima, þá var ég bara ready, þá var ég að vita þetta klukkutíma fyrr. Og
aftur, þú veist, þá verður það verður ekkert að þessu, þú veist, þannig að það var aldrei að ná að koma þessi að verða að þessari tilbúnu kímniblöðru. Nema svo fæ ég allt í einu símtal. Því ég sendi post, þá er ég búin að ákveða ég ætla að fara til Grikklands. Þannig ég sendi post bara, ég vil bara láta ykkur vita að ég er búin að fá nóg. En ég verð að segja ykkur að ég er ekki ánægð með hvernig vinnubröðin eru hjá ykkur og bara samskipti og annað, þið verðið að gera betur. Þú veist, ég veit að þið get ekkert gert í því af hverju ég er ekki ólétt. Það er bara náttúran og lífið og allt það. En hvernig þið talið við okkur, hvernig þið að ég fá að vita svona hluti, þú veist, og þá fer ég bara svona yfir alls konar hluti sem ég er bara mjög ósátt með hjá þeim. Líka bara kanni ferlið og allt, þetta er bara svo margt ábótavant hjá þeim. Þannig ég sendi bara svona kvörtunarpóst og fæ tilbaka. Já, ástæðan var líka svo að þau nefnilega hringdu aldrei, létum aldrei vita að það yrði ekki að þessari uppsetningu. Þú hringdir sjálf, væntanlega. Þetta var sko þetta var í þriðja skipti og þá er ég að hafa samband, því þá var ekki búið að hafa samband við mig hvort það yrði uppsetningu eða ekki. Oh my god. Þannig ég var búin að gera náttúrulega, ég vissi það bara. Ég lef, ok, það greinilega gekk ekkert, þannig að það verður ekkert uppsetning. Þannig að það skiptir ekki máli, en þau eiga auðvitað að láta mig vita. Það er rosa skrítið að ég bara líf mig hengingina. Þannig að þá sendi ég hann post, bara, og það er enginn búin að hafa samband og þetta er bara ekki eðlilegt, en bara takk og bless. Og þá fæ ég síndar bara, já, við reyndum að ná í þig en það svaraði ekki, þannig að það hefur bara gleymst að hringja aftur eða eitthvað. Ég bara, já, takk fyrir ekkert. Svo kemur neðst í póstinum. En við sjáum að þá átti eitt fósturvísi fristi á okkur. Ég bara, síðan hvenar? Ofta geta að láta mig vita því. Þú fyrir að grínast. Þannig að þá var einn til og ég fór í þá uppsetningu, þannig eftir bara aðeins þunn og það hann setti upp hann á laugardegi og ég fer svo bara beint heim til Eyja aftur og á djamið aftur. Því ég var bara eitthvað aldrei að fara að gerast. Hvað þá einhver fristur fósturvísi núna og bara, nei. En þetta var 28. apríl og 8. maí, já, hvert frá. Oh my god. Ég er alveg að kárast. Og ég þurfti að fyndi að því að, þú veist, þegar maður er hættur að trúa þessu, ég þurfti að rifja upp, ég bara býtu hver var gjafinn? Já, hvar með Júlíus Börnbæn bara, býtu hver var síðasti? Bara einmitt, já, bara færa hann fræknum á sumrin. Nei, ándjóks, ég var bara hætt. Hausinn var búinn. Þú hefur verið bara með djammið, hætt að pæli. Akkurat svona sem að verður óleittur. Þetta var þannig, ándjóks. Nei, stelpur, það var búin að segja við mig alls konar. Bara eitthvað, þessi var búin að reyna lengi, svo var hún drukkin og þá gerðist þetta á eitthvað. Eitt skiptið fyrir eina uppsetninguna á tæknifrjókun, þá sat ég niður á bílaplani hjá Livio. Ég án ekki að segja frá þessu. Já. Og ég tók svona jagerstaup. Já. Tók það áður en ég fóru upp. Þú veist, náttúrulega ef einhver hefði sagt bara það er meiri líkur að vera ólétt og bakkar upp tröppurnar, sko. Þú veist, þá hefði ég bara bakkað upp tröppur. Já. Nei, ég tók náttúrulega, svona þurfti ég að keyra heim, sko. En ég meina, ég reyndi allt. Já. Svo gerist það þegar maður alveg hættur að pæla. Hausinn var bara komið til Grikklands. Þú veist, það var bara leiðin til Grikklands haustið. En þá kom þetta. En ég er svolítið forðin. Ef þú hefði farið til Grikklands, hefur þurft að vera þar ekki lengi eða... Já, örugglega í kannski, ég veit það ekki, 3 vikur eða eitthvað. En það var ótrúlega krútlegt. Bróðir minn hann var búinn að segja bara, heyrðu, við förum bara öll. Gerum bara fjölskylduferð og förum bara öll og förum með svöfu og allir ógeðslega spenntir að fara til Grikklands. Ég tók bara... Heyrðu þessi góður þar, sko, í þessu. Já. Þeir nefnilega gera einhverja hluti sem eru víst ekki leyfilegir hérna heima. Þetta er ekkert þú veist, þetta er ekkert á einhverju sketchy svæði eða eitthvað, en þetta bara er einhverju hluta vegna ekki leyfi fyrir þessum lyfjum eða eitthvað sem þeir gefa. Já, eitthvað svoleiðis, já. Og bara eins og kókaböfs er ekki leyfilegt á Íslandi sem enginn skilur, sko. Þú veist, þú veist, það er ekkert að þessu sem þeir gefa. Big bag. Kókaböfs back. Nei, ég var heppin, sko, þegar ég var á first trimester, þá kom það kom í smá stund í kost og ég fekk kókapöfs á meðgöngunni. Varst ekki bara? Það er mesta prekka á kreifið, sko. Það var mesta prekka á kreifið, sko. En líka smakkaði þið nýja. It's not. Nei, það er ekki bara. What did you do? Ógeðslega vont, sko. Þannig að, já, Grikkland hefði þið farið. Ég fór nefnilega í, sko, viðtalstíma og allt hjá í Alicante. Að ég ætlaði þangað í miðjuferlinni, ég man ekki alveg nákvæmlega hvenær það var. Og það var mjög spennandi, frábær klínik. Og ég myndi alveg klálega að mæla með henni fyrir pör,
og kannski þá sem að vilja, það var allt einhvern veginn, það var haldið rosalega vel utanum allt og þau myndi skildi ekkert í því að þú veist, tæknifrjókanir hérna hjá Livio, þá var þú bara að taka eitthvað egglostest, treysta bara einhverjum hérna Clear Blue Og líka sprauta, Og- ekki? jú, maður gerir það enda sjálfur það í glasa Já. en þú veist, í tækni að þá bara áttu að treysta einhverju Clear Blue hérna bara og einmitt annarkvort kom bróskallið ekki og þú átt bara mæta bara það er opið við fóruðið frá því að þetta gerist helgi Já. en þú veist, úti þá er það þannig þá farið sprautur og þau óma þig og þau tjekka, þau fylgjast með þér í kringum Já. egglos til að þetta sé allt á réttum tíma þau voru bara, what the fuck Já. er þetta grínast, er þetta svona á Íslandi? Ég var bara Mér finnst þetta bara smá Yes, svona amigo. sloppi vinnubröð og svo eru þau bara, þú búin að borga bara marga tækni Já. og þau bara næs, bara cash til okkar og svo eru þau bara, já, ekkert sem við getum gert, það er bara frí í Getur bara dag. tekið tíma, ég Þú með- veist, Þetta er alveg smá svona, þú veist, ég get ekki ímynda mér því að, þú veist, þegar mann er langar líka út að, þú veist, ég hef náttúrulega ekki reynslan svona, en ég misti á henni eignaðist dóttur mína Já. og þú veist, maður strax komið all öppin, ég var búin að Já. reikna út hvenær þetta barn myndi koma, allt svoleiðis, svo er það bara tekið frá manni og það gerist aftur og aftur, öll þessi von bara, núna gerist það, ég get ekki ímyndað mér, þú veist, í 2 ár, þetta er svakalegt, sko. Já, líka því að þú veist ég var eiginlega að reyna í 2 ár sumir taka sér pásur og svona þú veist, það var ekki mikið það hjá mér þessar pásur, Að þú ert að stoppa. Nei, þú veist, einu pásunir er eiginlega þegar það, einmitt, egglos á sumardaginn fyrsta þú veist, pásurnar voru þegar ég var ekki að plana pásurnar Má ég spyrja Þannig að- einu svona kannski pínu spurning. Þú veist, þegar þú gætir ekki gert þetta sjálf heima með sæðinu sem þú fekst frá... Nei, það má ekki. þú veist, það er náttúrulega bara ekki hægt því það náttúrulega bara með er ekki kalkunasprautu Já, bara. en þú veist að því fyrsta, að því hún var að tala um veist, verðið á þessu og svona Já. skilur, ég er Já, bara, nei, þetta ég er bara skil þig. genuine pæling. bara góð pæling ástæðan er svo að þú getur þetta ef þú ert með fest sæði, þú veist, Já, og verður ef fresh. þú ert með einhvern sem er að gefa þér sæði Ok. þá er hann inn í hinu þá gæti- herberginu að Já, Ah, maður ég hefur fatta. heyrt eitthvað þannig að þú veist, Ég en hef heyrt það svona, sem er veit ekki náttúrulega hvort koma það frá, þú veist, að utan þú veist, það er náttúrulega bara frist, þú veist, þetta er algjör stanskona dæmi, sko, þú veist, þannig að Þetta er það svona- þarf alveg að já, þannig að það er, nei, ekki hægt Nei. Það er kannski bara eins og í bíó, það var eitthvað, hafi ekki séð eitthvað bíómynd með Jennifer Aniston eða Jú. eitthvað? Munið ekki eftir Ég man því? eftir því hann setti sæðið sitt Þá í staðinn. var hún með svona partí, þá var hún að fara, við erum með svona frósjómispartí og þá kalkunasprauði, þetta er náttúrulega bíómynd, sko. Hún var að fara að Já, gefa já, heima já, þessa og komið með the sperm donor Já. og hann var í partíinu Já. nema besti vinur hennar hellir og setur sitt í staðinn. Þetta er góð mynd, sko. Já, Ok. mæli Ég man með. eftir henni, hún er góð. Hún er classic svona Jennifer Nei, það er Aniston. eins og í þarna Man with Thousand Kids, skilur, þú veist Já. að það er bara einhver bláeður og ljósarður gaur, sko, að hann kemur alltaf fram að spjalla við konunar en þeir eru 2 á bakvið þetta þannig að þeir eru að setja saman og hrista og Ói, þannig að það er ekki vita hvor er Vó, ég er ekki múin að sjá það. Ói. pappin eða þú Já. veist, hver er gjafinn Oh my god, ég vissi mest ekki creepy að það hefði shit sem ég þannig. veit og líka bara eitthvað þetta er ekki bíómynd, sko, þetta er bara Nei, real life. Já, Já, real já. life, sko, þannig að það var ógst að skrítið fyrir mig, eða, þú veist, og get ég ímyndað mér fyrir kannski margar sem hafa farið í gegnum þetta að horfa á þessa þætti því að ég var bara eitthvað, þessar konur eru að gera alltaf sama og ég var bara að gera Já. og það er bara lendi í þessu en það er náttúrulega erfiðast er þær sem kannski voru að gera þetta náttúrulega á svartamarkanum Já. en ég er náttúrulega sturluð að gera þetta á þú veist, í gegnum banka og vita það að viðkomandi væri á svartamarkanum út allt líka, Það er sko. svakalegt. Það er rosalegt, sko. Já. Það er Þannig að- líka, þú veist, þengslinn sem börnin hafa þá þetta er allt sami, eða skilur, þú veist, þú veist það. og Svo það er er rosalegt. Þau sögðu það, þú veist, að þau eru þarna, einhverju krakkar sem eru bara jafn gamlir í saman bekk í Hollandi Já. og þau bara ná bara ógeðslega vel saman. Það? What? Þannig að, Magnað. en Það er rosalegt. En þetta er... minn var ekki frá Hollandi, hann er ég hendi þetta vonina En, oh my god, en indislegt. Og hvernig var, þú veist, hvernig var tilfinningin líka bara loksins eftir þetta? Varst ekki bara eitthvað í geðsræningu að fá jákvætt? Nei, nefnilega ekki. Nei, ok. Það var að ég trúði því bara ekki. Já. Ég var bara þú veist, það var gaman að sjá þetta þú veist, ég var svona alveg já pregnant svo er ég ekki alveg, já ok, þú veist, það er náttúrulega missa ógeðslega margir bara á fyrstu 8
já, þetta var bara eftir að fara, eða þú veist. Ég var bara, nei, ég trúði því aldrei stelpur. Að ég fekk eiginlega jákvætt í snemsónatum. Já. Þá svona ég er ólétt. Já, þetta er að fara að gerast. Já, ok. Þá er náttúrulega, þú veist, kom dagsetning og eitthvað svona, þá var ég ok, jú, þetta er þarna. Já. Og var það á vegum Livi og allt svona? Já. Já. Það er eina, eða þú veist, það er, þú ferði í snemsónar hjá þeim Já. og svo bara bæ. Þú veist, svo ertu bara búin. Svo ertu farin Já, með svo ertu vikuna. bara, já. En hvernig var þá að vera ólétt og vera í fæðingu ein og svona? Ég er rosa forrættin hvernig Já. upplifunin var að upplifa þetta ein. Já, sko, meðgangan var bara rosa fín hjá mér, til að byrja með. Að þú veist, fyrstu vikurnar, ég var alveg svona, ég get að finna því. Og það var eiginlega bara ógeðslega creepy að finna ekki neitt, af því að ég var alltaf alveg, er þetta ekki örugglega þarna þá? Já. Og en svo alveg bara komið þetta, en ég reynda fekk aldrei þessa ógleði, en ég bara eitthvað mest af þreyta. Ég vissi ekki að vera hægt að vera svona þreyttur. Þetta bara, ég upplýði bara mánudaginn eftir þjóðatíð, í bara eitthvað 4-5 vikur. Bara limpaðist niður á bara næsta mjúka flöt. Ég var bara, þetta er ekki hægt. Þetta er eitthvað önnur Ég þreyta, sko. skil þetta ekki. Þetta var rosalegt. Og þú veist, ég ældi kannski 2 svarað eitthvað. Ég var alveg heppið með það. En svo misjátt, sumar segja bara eitthvað, það er eiginlega skárra að fá ógleðina bara að æla því. Í staðinn fyrir að vera bara skugginn af sjálfur sér, sko. Vera alltaf eins og sé þunnur eða eitthvað. Já, eins og ég segi, þetta var bara mánudaginn eftir þjóðatíð, bara all over again, bara let's go. Og þannig ég var alveg svona, en ok, þá ég komst í gegnum það. Svo var bara, second trimesterinn, þú veist, það var bara, ég var í blóma. Það var geggjað. Ég var bara, það var líka yfir sumarið, og sjá bumbuna stækka, ég elskaði það, bara yes, nú passa ekki þessa buxur lengur. Þú veist, ég var alveg þar, ég var bara yes, meira. Fá svona pínu bumbu. Ég var svo spennt yfir þessu öllu. Man er ekki að hambúrgar og tímabilinu lengur. Og hvað heitir þetta? Og getur farið í þrönga kjóla og það. Mér leiðist þess að ég geti átt 10 börn þegar ég var second trimester. Það var bara, þetta er æði. Ég var bara, ég á þetta svo skilið. Ég var bara geðveikt. Þú varst líka bara glowing. Ég var að mynda að skoða það. Fórst líka geðvika svona bumbumyndatöku og bara gorgeous. Já, þá var ég skelfileg. Já, ok. Það var bara myndatöku. Ég var bara æða á þessum myndum, sko. En vá, stelpur, sko, svona síðustu 4 vikurnar, þá var ég hræðileg. Þá var bara grindin, bakið, ég bara líkamleg örmögnun á þessum síðu, ég var hræðileg, sko. Hvernig áttirðu á hvað viku? Bara 40. 40. Og það er ógeðslega, ég skammast mér, sko. Ég var, það var bara fyrsta barnið sem fæðist, það var náttúrulega aldrei neitt annað barn fæðist, ég vissi allt neitt, þú veist, ég var bara fann að grátbiðja ljósuna bara, eða bara ljósmaður og annað bara, þú verður að gera eitthvað, ég get ekki meir. Ég var með hvíldarpúls í svona 140-150. Hæ? Já. Oh my god. Ég var sko, ég fór í mæðravernd og legg fyrir utan. Bara ég labbaði svona 25 skref, ég endaði í 165 í púls og ég var bara lögð inn og bara hjartalínuritt og eitthvað. Og þau voru bara eitthvað, shit, bara hvað er í gangi og eitthvað. Þetta er búið að vera svona í 4 vikur. Ég get ekki meir, þið verðið að fara að gera eitthvað. Shit. Ég átti hræðilegan tíma og það var alltaf bara eitthvað, já, við skoðum þetta bara í kringum settan dag og eitthvað og ég var bara, veistu það, einhver settur dagur er bara eitthvað mýta, þetta er bara ekki til, þú veist, þetta er bara að vera að reyna að finna eitthvað og bara eitthvað 9 mánuðir og þú veist, þið vitið ekkert hvenær barnið mitt er tilbúið og ég eitthvað Nei, svona alltaf bara settum þegar ég fór í að stað og ég bara, djúfullin. Stað settum degi á auðvitað, já. Skotin, ég var bara, blóta þessu, stanslaust, þetta settu dagur er ekkert til, þetta bara kjátaði, þið veit ekkert hvað ég komin langt og ég held bara, ég væri komin lengra, það væri bara ekki hægt. En hvernig var það fæðingin? Varstu ein eða var einhver hjá þér? Mamma var hjá mér og þetta bara, þú veist, þetta er svo dásand, svo falleg stund. Þetta var hræðilegt, Já, mamma var hjá mér og bara dásand að hafa hana. Planið mitt var að hafa mögulega bestu vinkonum mínu líka, af því ég hugsaði bara með mér bara, ég á eftir að störðlast á mömmu. Já, það er að eina svona sorti. Mamma er allra besta kona sem hægt er að finna, hún er dásamleg. Já.
en þú veist, hún fekk hríðar með mér, sko. Hún fekk í bakið, hún fekk í grindina, þú veist, hún meðvirkasta kona, þú veist, hún var bara með morgunógleði, sko, nánast. Þannig að ég var bara þá eftir að líða yfir hana. Hún á ekki eftir að gera. Mamma einu var sett með þér í fæðingunni. Já, mamma var með mér og hérna, en þetta er þess að þannig að ég byrja að finna eitthvað svona miðjan dag á settum degi, byrja að finna eitthvað svona aðeins og ég hugsaði, ok, this is it og ég vildi ekki láta mömmu vita strax og hún myndi ekki missa vatnið þannig að ég ætla aðeins að leggja mig, ég er svolítið þreytt þannig ég legg mig að svona fer inn í hérna herbergi og fer að svona skrá hvað er langt á milli og eitthvað og eftir svona 2-3 tíma hef ég samband við ljósmóður og hún segir, þú veist, reynda að vera eins lengi heima og getur og ég geri það. En svo bara eru verkefni rosalega miklir hjá mér. Ég veit ekki hvað það er, en þeir allan að ég fæ alveg rosalega sterka verkjörðið og þannig ég er bara svona 7:30 bara, mamma, ég held ég vilji bara fara upp á spítala. Ég fyrir þá bara aftur heimfrekar. Og það er kannski 5 mínútur á milli og þannig ég er komin upp til svona 8. Og það gerist svo hratt. Bara fyrir 9, þá er ég bara 4 fótum bara eitthvað bara drepast. En þá kannski 4 mínútur á milli eitthvað svo leis. Og ég er skoðuð og ég er náttúrulega bara held að barnið sé að koma, hún eitthvað, þú ert með 1 í útvíkun. Oh my god. Það er þú. Ég bara, ok, ég hef ekki gert áður, ég veit ekkert hvað, ok, svona bara virkar þetta, ekkert mál. Og mamma alveg, en ég get ekki fara með henni heim. Hún eitthvað, nei, ég er alveg sammála því, hún getur ekki fara heim svona en við getum ekki heldur fara á fæðingarstofu þannig að ég var lögð inn í eitthvað herbergi þarna og svona fljótlega fæ ég morfín og svo kannski var svona bara miðnætti þá fyrir eitthvað að gerast þannig að, en þarna er þessi kona búin að segja við mig bara eitthvað, ok, þetta verður hröðsótt ég bara, yes, geggjað þannig að ég gerir ráð fyrir því að ég sé bara freyga þetta nóttina eða eitthvað og þetta gerist allt svona nokkuð eðlilegum hraða og 4 þá er ég komið með 4-5 í útvíkun eða eitthvað, 4-5 í útvíkun og þá vill einmitt ljósmóðurinn meina svona, ok, við förum svona að fara að detta í aktífa fæðingu bara og 6, þá er ég með 6 í útvíkun, allt bara ennþá eðlilegum svona hraða og ný ljósmóður kemur svo á vaktinu morguninn og svo bara líður dagurinn ekkert gerist, ég er búin að ég fæ hérna mænudeyfingu nóttina, 4-leytið þarna svo bara gerist ekkert, hádegi ekkert að gerast og ég er ennþá bara með 6 í útvíkun svo er hérna svona þegar, fljótlega eftir hádegi þá, hún er alltaf ég held ekki tekt upp í 7 ég held ekki tekt upp í 8 og ég eitthvað, ok að þær að tegja þá, já þú veist útvíkunna og ég eitthvað, ok og hérna, og svo fæ ég drip það gerist ekkert það er stoppað, ég fæ aftur mænudeyfingu og þú veist, ég er alltaf búin að vera með bústurinn stanslaust en svo fæ ég aftur mænudeyfingu og svona kvöldið, þá kemur ný ljósmóðir þannig að 4. ljósmóðurinn komin á vaktina oh my god, hvað það var langt og ég var bara orðin svo skata ég var bara eitthvað ég get ekki veið þú veist, ef ég held ég væri með líkamlega örmögnun í, þú veist, undir meðgöngu what the fuck was going on, sko þú veist, ég var farin gjörsamlega og þarna hefði náttúrulega átt að vera búið að grípa inn í, sko þú veist, ég var búin að vera með 6 í útvíkun bara föst í því bara sko 12-14 tíma það er ekki 2 mænudeyfingar og drip og allt, sko, og ekkert að gerast og var enginn bara eitthvað enginn að pæla, sko, þú veist, það var bara eitthvað já fyrsta barn. Svo hérna kemur þessi 4. ljósmóðir þá eftir kvöldmat, 8-leytið eða eitthvað og hún tjekkar og hún er bara eitthvað, þú veist, þú ert bara með 6 í útvíkun og þá, þú veist, mamma bara, þú veist, þetta er ekki hægt. Þú veist, hinn var að segja þetta mögulega 7-8, þú veist, hver er staðan? Nú verðum við að fara að gera eitthvað. Það er kallaði til læknir og hún staðfestir, þetta er bara 6 og ég ligg þarna og ég heiti þær eitthvað að tala saman þar sem þær eru eitthvað ná í ómtæki, sjá bara eitthvað, þú veist, það er komið mikið kón og eitthvað og ég bara, af hverju má ég bara ekki fara í keisara? Ég var búin að biðja keisara síðan hádegi, sko. Og læknirinn eitthvað, viltu það?
Ég alveg, já. Og hún eitthvað, já, þá bara fyrir við í keisara. Ég bara, ertu að grínast, var þetta allt og sumt? Ég bara, já, let's go. Þannig að þá svona 9 þá er bara, þú veist, slögt á drippi og fara að undirbúa það að ég fari í keisara. En nei, 9 8 og þannig ég fer svo í keisara og bara komið svo ró yfir mig og mömmu líka. Mamma átti mjög, hún var búin að fara sko 2 eða 3 Var hún ekki bara hágrátandi bara? Hún var búin að fara sko 2 eða 3 fram alveg, ég ætla aðeins fram. Ég vissi alltaf hvað var í gangi, hún var bara hágrátandi fram mig sko. Ég elsku konan sko. Og svo bara ótrúlega þægileg tilfinning að vera komin inn í keisara og mamma hjá mér og ég eitthvað svona spyr, ég eitthvað hvað er langt í að ég fái að sjá hana. Það er eitthvað, þetta er svona cirka hálftími. Ég eitthvað, ok, geggja. Og þær, þú veist, byrja að deyfa mig og ég finn alltaf svona aðeins. Ég eitthvað, nei, ég finn. Og þannig að það þarf að deyfa mig aftur og eitthvað og svo loksins kom það. Ég eitthvað, ok, þetta er komið. Og svo er ég skorinn og svo bara tjúllast ég á skurðbróðinu að þá virkaði deyfingin ekki. Nei, og, oh my god. Þannig ég er bara skorin upp, ódeyð og mömmu bara hent út, bara hvað er að gerast eitthvað, hún er hágrátandi greið og henni bara hent út og það var bara svæfing og ég svæfði á staðnum þarna. Og svo vakna ég, ekki með neitt barn, í öðru húsi, veit ekki neitt. Og Oh my god. og það var ógeðslega erfitt. Svona, þú veist, ég mundi bara eitthvað svona, hérna. Þú veist, ég mundi bara sturlunina og svo bara svæfing en þú veist, sem betur fer, þessi mínúta, ég veit ekki hvað það var langur tími, þannig til það kemur síðan svæfingahjúka eða ykkur hérna til mín. Þetta leiði þetta rókslega langur tími fyrir mér. Ég ligg þarna og sé bara einhverja konur horfa á sjónvarpið og ég er bara eitthvað, svo kemur konan eitthvað, nei, ertu vöknuð og hérna, þú endar í svæfingu en það fættist heilbrigð lítil stelpa og hérna, og hún er bara í góðum höndum hjá ömmu sinni, þannig að reyndu þú bara að slaka á og þú fer svo bara niður og eftir. Ég vil fara að sjá hana. Nei, elska mín, nei, þú er að fá hérna kraft í lappirnar og svona, þannig að það er kannski svona 1,5–2 tímar þangað til. Oh my god. Í tjúllast. Ég bara, nei. Og ég var búin að, ég gegnum allan enn 1,5 sólarhring var ég aldrei búin að brotna saman eða neitt, bara eitthvað vegna. Ég er svona, ég er rosaleg tilfinning að vera, ég er alveg bara algjör tilfinning að sprengja, en ég græti ekkert endilega mikið þannig. Og þú veist, mamma var alltaf grátandi þarna og eitthvað, en þarna bara brotnaði ég saman. Ég verð að sjá hana og hjúkan fer og ég er bara stanslaust að reyna að hreyfa lappirnar, ég er bara tærnar og allt, ég verð að sjá hana. Þótt einhver byggla segir mér að það sé einhver heilbrigð stelpa eitthvað stað, kannski vantar á hana handlegg eða eitthvað, þú veist, maður bara byrjar að hugsa allt, eða bara er hún að segja þetta því að einhver annar þarf að tilkynna mér eitthvað, eða þú veist, maður alltaf bara veit ekki neitt. Hausinn bara strax. Hausinn bara fór allt. Svo kemur hún og bara, við ætlum að leyfa þér að fara niður. Ég bara, já, væntanlega, þetta er barnið mitt, sko. Og þannig mér er rúlað yfir og þetta er sko í hinu húsinu. Þetta er ekki inn á kvenna. Mér leiði náttúrulega að það væri klukkutími, það var örugglega 5 mínútur. Það sem að vera að rúlla mér þarna yfir og í gegnum alltaf ganga og í liftun og ég bara eitthvað, oh my god, skuggina sjálfur mér hágrátandi þarna eitthvað alveg bara. Já, bara einhver annar að fara í liftunu, bara góðan daginn, bara, oh my god. Sælar. Nei, þú veist, og svo er mér rúllað inn á fæðingarstofu og það er bara sofandi barn í fötum. Þú veist, ég var búin að búa mig undir allt eiginlega, þú veist, ég var búin að búa mig undir að því að, þú veist, ég átti, þú veist, svona mjög erfiða meðgöngundi í lokin og svona, ég var alveg búin að búa mig undir bara, ok, þessi fæðing verður ógeðslega erfið. Ég ætla bara að búa mig undir alltaf versta eiginlega, svo það verður bara jákvætt ef það verður betra. Og ég eitthvað, allan tíma búin að hafa það, ég hélt alltaf, ég myndi enda í keisara, ég veit ekki að hverju, það var bara eitthvað. En ég var aldrei, þú veist, ég var alltaf búin að búa mig undir þess að ég myndi sjá barnið mitt koma í heiminn. Og nakið slímugt barn. Og fá það bara allt þetta, þú veist, lyktin af því og tilfinningin og fá hana á mig og allt þetta, en ekki að sjá allt í bara eitthvað barn í fötum, þarna var eitthvað alveg, þú veist, er þetta mitt? Var þetta eitthvað annað barn, eða hver á þetta barn?
Já, bara, ég þetta? Það voru fyrir það. Já. þetta mitt? Ég er bara get emotional hlusta á þetta. Þannig að þetta var alveg ógeðslega erfitt og svo, einmitt, en sem betur fyrir var samt svona mömmu eðlið. Þú veist, ég bara eitthvað, mammi komin, þetta er allt í lagi, ástu mín, mammi komin, en ég tengdi spannin ekki neitt. Nei, einmitt. Og ég þór alveg að segja að þótt að, þú veist, ég skammaðist mín fyrir það fyrst, en ég tengdist þessu barni ekki neitt, af því að svo náttúrulega elsku litla sætasta Andrea mín, sko, það var ekkert sætasta barn sem ég hafði séð, sko. Svo margar að segja eitthvað alveg, þetta var fallegasta sem ég hefði séð, ég bara... Kraminn og... Hún var bara eitthvað kóni og hún var svo þrútin. Líka með búin að vera lengi, örgulega bara... Já, og hún var, nei, við það stelpi, ég þarf eiginlega næstu að sýna ykkur myndir af henni, sko. Hún var svo þrútin, elsku barnið, mér bara alveg fjólubláar hendur og, þú veist, já, þannig að, þú veist, ég hendin á brjóstið og er ælandi, þannig ég, eitthvað, taka hana og ég ældi stanslaust fyrsta sólarhringinn, af því ég náttúrulega var búin að fá bara 2 mænudeyfingar, 2 deyfingar fyrir keisara, svæfing, þú veist, það var, ég var eins og, ég var bara hér, ég var bara eins og, bara í afvötnin, bara, ég var bara að krampa ælandi og bara, þú veist, þannig að það var ógeðslega erfiður svona fyrsti sólarhringurinn líka eftir þetta, og búin í keisara og öllu og þannig að tilfinningin að fá hann í hendurna var ólýsanlega að öllu leyti, bara fékk heilbrigt barn, en þetta var ógeðslega skrítið að fá hana samt svona á þennan máta á þennan máta, það var rosa erfitt það er ógeðslega erfitt að vera ekki búin að undirbúa sig undir það að fá barn svona, þú veist einmitt bara seint og fínt og sem betur færi reynda tóku þær hana svo úr fötunum þannig að hún var allan að vara á bleiu þegar ég fekk hana en þú veist, ég sá hana samt bara eitthvað í fötum eitthvað og þetta er hún alltaf, þú veist, hún fæðist 9 og þetta miðnætti þannig að það eru 3 klukkutímar sem hún er búin að vera á þín bara já, og bara hvorki fá votnið þurrt og bara hjá mömmu, eitthvað ógeðslega erfitt fyrir mömmu, ég get ekki ímyndað mér mamma vissi ekki neitt og líka örugglega fyrir hana sko að barni hennar sé einhverstaðar annars staðar ógeðslega erfitt, hún var bara hágrátandi greið og þú veist, áður en hún fær síðan Andreu til sín að þá er hún bara eitthvað hágrátandi og fæðingastofu að því að henni náttúrulega bara hent út hún fær engar upplýsingar þegar ég er sturluð á borðinu þú veist, og hún veit náttúrulega ekki neitt þannig að hún hringir og vill fá pappa til að koma en hann má ekki koma en hann fær síðan að koma og hann greiði bara hágrátandi líka því hann veit ekki neitt og þú veist það veit engin neitt og bara ógeðslega svona dramatíst eitthvað en það fór allt vel hvernig hefur það gengið með hana að vera þú veist með hana ein og bara hvernig eru meðgurnar hvernig lífið ykkar lífið er dásamlegt það er bara og bara gengur ótrúlega vel ég er mjög heppin að fá svona vært og gott barn í hendurnar, það er auðvitað ekki sjálfgefið það er ekkert sem eitthvað foreldri getur ákveðið þú veist, það reyna allir bara að gera sitt besta það er, ég trúi því alveg 100% það er ekki eitthvað, já, því að ég var svo dugleg að gera þetta, þá er barnið mitt svona þú veist, þessir fyrstu mánuðir eru alls konar og þú veist ekkert hvað er, en hún er sem betur fyrir mjög vær og góð og búið að vera mjög þægilegt að vera með hana en þú veist, fyrstu náttúrulega vikurnar voru alveg og dagarnir voru alveg erfiðir og af því ég náttúrulega lendi í keisara þá má ég ekkert gera neitt. Nei, einmitt. Getur ekki að God help me, sko, þú veist, mamma enn og aftur, besta koni í heim og allt það. En hún þurfti náttúrulega bara að flytja inn til mín og sofa uppi hjá mér. Fyrstu dagana bara, ok. Svo var ég orðin bara ógeðslega, þetta var svo sko Adri fósbræður með eitthvað. Það var einn dagur sem að mamma, ekki svona 10. degi eða eitthvað, kemur mamma til mín og eitthvað alveg, Svafa, þú veist að fæðingarþunglyndi er mjög algengt. Og þú verður að, þú veist, þá loksins opnaði ég mig að því ég var búin að skammast mér svo mikið að ég var að sturlast á henni. Já. Og ég var búin að skammast mér svo mikið fyrir þær tilfinningar. En hún greið, við erum bara í íbúðinu minni, þú veist, hún sefur uppi hjá mér og hún, sko, ef það heyrist minnsta rumski í Andreu, þá bara, hvað er það? Og ef það heyrist ekki í henni, þá var hún bara, er í lagi? Þú veist, þannig að hún svaf til fóta með hendina ón í vöggunni í Andreu. Ég var að verða bara, oh my god, bara grínast mamma, bara reyndu að slaka á. Þú veist, og svo, mér fannst hún sko, södra kaffi, smjattar, hún hefur aldrei fengið sér eins og tyggjó,
og þarna, þú veist, ég heyrði svona, ég heyrði smjattið, ég heyrði sötrið, þú veist, hún var að prjóna og það var bara eitthvað 98, 90, nei, býtu, hvað var ég aftur? 1, 2, 3, 4, þú veist, ég heyrði öll svona hljóð svo hátt, ég var bara eitthvað, líka bara fulla hormónum. fulla hormónum. Þetta er líka bara ég að gefa, þá var hún á öxlinn á mér bara, þetta er svo fallegt, ég bara, mamma, ég nennir að gefa mér plás. Má ég aðeins vera í mig? Má ég bara aðeins vera ein hérna? Og við höfum hlegið mjög mikið að þessu og henni finnst þetta mjög fyndið, þú veist, hvernig tilfinningin var orðin og ég var náttúrulega bara að springa, sko. Þannig að hún fór og gista aðeins í sinni íbúð og fór að koma þá bara á morgnana og náttúrulega bara ómetanleg aðstoð sem ég fengi frá foreldrum mínum bara alla þessi 8 mánuði, það er náttúrulega nánast eins og þau 7 fæðingarorlofi, sko. Þau eru búin að vera með mér nánast allan tíman, þannig að það er búin að vera ótrúlega gaman og ég held að það sé líka það sem að kannski margir náttúrulega telja að þetta sé ógeðslega erfitt að vera einn. Það er það eflaust og auðvitað er það alveg smá krefjandi á einhverjum vissum tímapunktum en það er líka stundum held ég bara jákvætt því að eins og til dæmis að vakna á nóttinni að þið þekkið alveg að margar konur segja eitthvað það skiptir engu máli, makinn má alveg vakna líka hann er kannski að fara í vinnu eða eitthvað þú auðvitað reynir að passa að barnið sé ekki hágrátandi eða eitthvað þú veist, ég þarf aldrei að hafa ágjur á neinu ég er bara eitthvað, skiptir engu máli til 7 vakandi á nóttinni eða hvernig svona rútínan er eða hvernig hlutinir eru ég get bara eitthvað baka niður og farið upp bústað eða til Eyja eða til Spánar eða ég þarf ekki að pæli því að vera að því að maki minn vill kannski vera líka með barninu. Þannig að við getum bara verið bara eins og frjálsir fuglar allt, þú veist, gerum bara alls konar og erum bara það sem okkur finnst þægilegast að vera hverju sinni. Þannig að það er bara ógeðslega næs og bara ótrúlega auðvelt að njóta núna allavega í fæðingarorlofinu einn. En þetta álega eftir að verða ógeðslega krefjandi og ég veit það alveg. Það er alveg þannig en ég held að hlutirnir sem að sko ég vil segja við allar mömmur núna að því ég hef oft fengið að heyra það að trúðu mér, makinn gerir miklu minna en þú heldur og eitthvað svona nei, trúðu mér þeir gera miklu meira en þú heldur málið er að þegar þú ert með einhverjum þá setur þú miklar, þá ertu með væntingar og með væntingar hann fari í búð eða fari í, þú veist, eldi einhver tíman eða nú skipti hann á, nú má hann vakna eða mér langar svo á æfingu núna eða eitthvað hérna ég er ekki með væntingar til neins. Ég þarf að gera alla hluti alltaf einn. Þannig að skiptir þetta engu máli. Það er engin gremja, það er engin pirringur. Það verður allt svo þægilegt. Ég held að þessi þægilegra heldur en að vera með maka vissu leiti því þá er það alltaf að búa til þessar, þú veist, væntingar og kröfur, sko. En ég trúið mér, ég vil alveg að allir kallar taki jafn mikið, þú veist, að þeir geri alla þessar hluti. En það kemur ykkur á óvart hvað þeir gera mikið tala ekki eins og líka meðgöngunni bara eitthvað getur sótt vasklas eða bara eitthvað einu sinni, getur farið einu sinni í búð getur vaknað einu sinni með henni eða getur þú veist, bara pínu litli hlutir sem eru svo sjálfsagðir í sambandi verða svo stórir ef einhver bara, þú veist, ég bara elska því með mamma og pappa og ég get bara svona ekki styrstu. Ég ætla bara í langa styrstu. Þú veist, eitthvað svona. Þú veist, þannig að litlu hlutirnir eru svo miklu stærri en kannski margar konur átt að sjá, sko. Þannig að nú farið heim og þegar ég eftir að meta manni líka svo bara réttur með vasklas. Mér finnst þetta líka bara sjúklega góða punktur og líka bara, mér finnst þú samt bara, þú veist svo mögnuð. Mér finnst þú bara eitthvað svo grjóthöfð og bara gera þetta sjúklega vel og bara, ég held að sé líka svo gaman samt líka að þurfu ekki, þú veist ekki háinu ennum öðrum, skilur, þú bara, og líka er smá gaman fyrir mömmin og pappa bara, þú veist, þau eiga hana bara einn, skilur, Ég heyrst það er líka alveg þannig, maður hefur heyrt að, þú veist, ekki það endilega að segja auðveldar að vera einn, en það er samt á vissu veg, á suma vegu, er auðveldara að vera einn af því þú ert ekki, einmitt þú segja, búast við neinu að neinum og bara öðrum, ferðinu sjálf, og ert bara, það er svolítið svona en auðvitað er náttúrulega kannski einmitt erfitt að, eins og þú segir, allir þessi litli hlutir sem maður kannski sem að maður væri stundum til í sem leggst alltaf á einn, skilur það kannski en af því að maður býst aldrei við litli hlutunum þá er það í lagi en ég sé það meira hvað fólk í sambandi getur haft það gott að fá litli hlutina þú veist, en ég er ekki að búast við þeim þannig að það er alltaf í lagi en algjörlega, þú veist, það er þetta að þú veist það kemur enginn kall heim og er bara býti hvað er matinn í kvöld?
Eða Eða bara eitthvað, þú veist, stjórn á hvað hann að heita og eitthvað. Það var snill, sko. Það var bara, ég veit ekkert að pæla í neinu þar, sko. Já, mér fannst Það var engin tengdamamma sem ég þurfti að skýra í höfuð á eða neitt, sko. Nei. Engin sá, mér fannst að sækjana tilkynnara með svona Andreu Póka. Með Andreu Pókan, það var ógeðslega gaman. Ég var ofan í svona Andreu Póka. Nei, Já, og það er ógeðslega fyndið. Þú veist, ég var, þegar besta vinkona mín er að skýra dóttur sína fyrir 7-8 árum síðan, að þá var ég bara, hún er þetta ekki nafnið mitt, og hún er eitthvað, áttu þér nafn? Hún, hvað er nafnið þitt? Ég er Andrea. Og þá var hún bara eitthvað alveg, shit, við vorum alveg að smá að pæla í því, en bara völdum það ekki og eitthvað. Þannig ég var búin að hafa þetta nafn í huga svo ógeðslega lengi. Þannig alla meðgönguna var ég alltaf alveg, er ég komin leið á því? Já, er það búið að vera pínu svona tísku, svona margir sem heita Andrea núna. Þannig ég var alveg, og ég reyna að velja eitthvað annað, en svo eitthvað, já, kannski eftir að sjá eftir, þetta er búið að vera fylgja mér svo lengi, en það var líka ótrúlega gaman að geta þá nýtt, þú veist, að því að Andrea Kristný, mér finnst það mjög fallegt, þannig að Kristný, það er að nýta það sem er þá mamma mín, og svo er hún Gretars, þannig að mér finnst gaman að hafa kenninafni Gretars. Mér finnst það kekkja. Þannig að þá er, þú veist, svo í þjóðskrá er hún skráð Svöfudóttir, mér fannst bara einhvern veginn, ég veit ekki, þú veist, orðið miklu algengara núna, og mér finnst ekkert að því að vera Svöfudóttir, en mér fannst bara einhvern veginn skemmtilegra hún væri það ekki. Að þið væri með sama. Já, mér finnst það svo, við sama. Þannig að það er málið, við erum eiginlega með svona sam, þá erum við tengingunni í mig, og hún fær þá bara að vera kennd við afa sinn, og þú veist, frændur hennar eru Gretars, og þú veist, þannig að það er, já, mér finnst skemmtilegt að hafa mátt gera þetta. Ég hafði einhvern veginn ég vissi ekki hvað mætti, því það má ekki búið til ættanafn. Nei. En þetta má, en mér finnst reyndar mjög skrítið að megi ekki stoppa þar að hún þurfi að vera Svöfudóttir. Já, þarf hún að vera það. Já, ég má ekki taka það út. Og hvað skrítið? En ég skil ekki alveg svona... En út af því að þú veist að margir bara, þú veist, held ég eins og bara vitnum aftur Elísabet, ég held að eru þau ekki með eftirnafnið hennar, Blöndal. Þú veist, og ekkert annað, skilur, börnin hennar. Ég fann alltaf því hún er þá með ættanafn. Já, ég veit það, en þú veist, þess að ég hugsa, akkur mætti þú þá ekki bara Gretars? Af því Gretars er ekki ættanafn. Já. Þú mátt ekki stofna ættanafn. Já, við erum ekki með hefnar af hún ættanafn. Þannig að það er, en hún er bara Andrea Kristný Gretars. Já, ég er svolítið forröndin. Sérðu, ertu fyrir eitthvað að hugsa hvort þið langar að gera þetta aftur, eða hvernig þú sérð, ertu búin að ákveða það, að taka einhver ákvörðun? Ég er búin að taka þá ákvörðun að ég vil reyna að eignast annað barn aftur. En hvernig sem það verður, þú veist, vonandi þetta með maka, en ef ekki, þá bara fer ég þetta aftur og þá kannski, þá fer ég ekki klúlis inn í þetta, þá veit ég bara, nei, þá veit ég bara hvar við stoppum, þú veist, við fyrir bara beint glasa og þá veit ég líka bara út í hvað er að fara og alls konar svona. Þannig að þú myndi gera þetta aftur heima en ekki fara út? Svo það, sko, nei, ég myndi að þannig kynna vera allar möguleika mjög vel. Já. Sko, eftir ég gagnrýndi Levíó í Íslandi í dag á sín tíma, þá var ég kölluð á fund hjá þeim og þeir settist niður með mér og vildi bara ræða þeir sögðu að þetta hafi vakið mikla athygli og þeir mikla reiði eiginlega bara svona í samfélaginu og ég veit að það eru yfir 100 mann sem horfðu á bara klippin á Vísi, þannig að ég get ekki ímyndað mig hvað eru margir sem horfðu bara í heild að sáu þetta og ég veit að þú veist óteljandi skilaboð sem ég fékk og fólk var rosalega sammála þessu að það þyrfti eitthvað að fara að gera þannig að þeir fundi það og ég veit að það var bara krísufundur strax morgunin eftir og það þurfti bara að tala við alla og sérstaklega tala við þú veist fólki sem sáum sem var í móttökunni þið megið ekki gefa upplýsingar þið er náttúrulega bara það er bara stranglega bannað við læknaði verðum að gera það og það kom strax það var strax breyting á því að þú færð SMS þegar eitthvað gerist með þessat fósturvísana þannig að þú lendir ekki því að þessi fristu fósturvísar ef ég hefði ekki sendt þennan kvörtunarpóst þá væri ennþá fristur fósturvísir hjá þeim sem ég ætti sem enginn vissi af, sko. Þetta er svo galið. Þannig að þú veist, bara svona litli hlutir, bara, ég meina, þú fær 3 SMS og pantaði pizza frá Dominos, skilur við. Jafnstór hlutir og þetta, bara af hverju er ekki búið að græja þetta. Þannig að, þú veist, þannig að þau tók alveg einhverja breytingar og ég, sem betur fer, það var til þess að það urðu einhverja breytingar á Levíó og vonandi til hins betur og vonandi sinnaðu því ennþá. Þannig að mögulega myndi ég kanna þann möguleika, en svo náttúrulega búið að opna aðra frjósemistöð á Íslandi, Sunna, sem ég er mjög spennt fyrir að ég myndi 100% kanna það, ég myndi vilja skoða það. Það er komin einhver keppnisaðilega markað. Já, það er komið samkeppni sem er nákvæmlega þessi vantaði.
En þetta auðvitað ekkert, ég ekki að fara að vera ein með stutt á mig, þú veist, ég ekki að fara í það að eignast barn alveg strax, skilur, þú veist, nú vil ég bara fá að njóta þess að vera með henni, ég finn það sem ekki léttir á mér og það svo, vinkonum mínar hafa talað um það og foreldrar mínir og annað að hvað ég orðin bara, ég sjálf aftur og það bara allt annað manneski sem labbaði út af þessari fæðingarstofu en fór inn á hana, þú veist, ég bara orðin, það komin þessi fylling í lífið mitt og að vera með þessar stelpu, þú veist, ég trúi sig ekki og þetta náttúrulega eins og þið vitið, það svo valdeflandi að eignast barn, þú veist, maður bara eitthvað, wow, og hvað þá maður gera það einn, ég bara eitthvað, þú getur gert það ekki grínast, ég bjóði til, bara alveg sjálf, smá rannsóknarstofa, þú veist, ég bara eitthvað, þetta geðveikt, þetta svo magnað og það svo gaman að sjá, þú veist, eins og hana, bara verandi með eitthvað sæðisgjafa í Danmörku, að hún bara alveg eins og við fjölskyldan, það svo fyndið. Bara sjá þessi sterku svipi og geta svona spegla sig í henni, það bara geðveikt. Það geggjað. Og líka myndir ekki bara mæla með fyrir stelpur sem eru kannski bara pæla í þessu, að bara byrja fyrir heldur og setna. 100%. Ég alveg klárlega sé eftir því að hafa ekki byrjað fyrr, en það samt líka leiðileg hugsun að því að, þú veist, maður ánæglega getur að horfa í baksýnisspegilinn. Þú veist, núna bara þetta bara svona í dag og maður veit ekkert hvað hefði gerst. Það er líka ekki alltaf hana kannski. Nei, ekki hana. Það algjörlega og það það sem ég líka sko, ég sé að stelpur að gera þetta sumar alveg bara mjög ungar. Mér langaði alveg, ég bara 22 eða eitthvað, þú veist. En ég vil alveg segja, þú veist, bíðið þið aðeins samt með að því að þetta stóra ákvörðun að taka að gera þetta ein. Þótt þetta sé, eins og ég hef svolítið sagt, þetta ekkert mál, að því ég vil líka bara ekki draga úr þessu, þú veist, þetta bara, við getum þetta og þetta reddast. Þú verður frábær mamma og þetta verður ekkert mál. Við getum þetta. En það líka rosalega dásalegt að geta gert sem sameining, þú veist, með maka. Já, þú veist, ekki kannski loka það alveg strax, þú veist, ekki bara eitthvað henda þér strax, mér langar í bad, ég ætla bara að fara að gera þetta. Já. Hugsa þetta alveg í smá tíma. Já. Það rosalega margar konur þarna úti, þú veist, við rosalega margar með þetta í okkur að langa að verða mömmur. En svo tilfinning getur alveg byrjað að poppa mjög snemma og það þýðir ekki á sérst að verða of sein. Nei, einmitt. Bara að því að leið og þú komið með barn, þannig að breytist lífið alveg svakalega. Já. Ég hefði ekki viljað taka þann tíma sem ég átti líka, þú veist, ég átti geggjaðan tíma áður en ég var mamma. Það var ógeðslega gaman hjá mér. Ég upplýði svo mikið og ég gerði svo mikið og það líka gaman. Á meðan kannski þær mömmur sem ég þekki sem hafa verið mömmur ungar, þær upplýðu það ekki. Þannig að það eru líka alveg kostir við það að vera ekki orðin mamma, þannig að þú veist, ekki fara ofsnemi í þetta. Nei, einmitt. Þannig að þetta alveg mikil skuldbinding, sko. Já. Við erum með svona lið, ráðu vikunar, sem við ætlum að biðja þig að koma með. Ertu með eitthvað, að því það nokkuð að koma alltaf á mánudum, þannig að við erum svona, ertu með eitthvað svona ráð fyrir fólk til að taka svona í vikuna, eitthvað svona hepp eða lífið eða eitthvað? Bara losi ykkur við þess að maka, þeir eru gjörsamlega lýslega. Hrinn ég í þá, verða ólítar. Ráð vikunar, vá. Það ekki bara að, sko, sama hvað leiðin lítur út fyrir að vera erfið, fyndið þér þinn veg og þú munt komast á leiðarenda. Það bara bæði eins og ég hef sagt í starfi eða að þú munt geta lagt þinn eigin veg, komist að leiðarenda og komist á góðan stað í lífinu og ég hef bara fulla trú á því að hver og einn geti gert það. Sama hvað spilanum með á höndum, þú getur þetta. Það bara, það ráð eða? Já, vá, þetta er bara eitt besta ráð, sko. Já, ég bara, vá. You can do it alltaf. Það bara þannig. Mér finnst það mjög peppandi. Ég held þessi bara eitt besta ráð, sko. Já, það gott. Það bara gott. Þú ert geggjuð og líka bara ótrúlega mikið innblástur fyrir bara margar, bara ungar stelpur og líka bara fyrir, þú veist, alla, bara takk æðislega fyrir að deila þessari bara mögnuðu sögu, sko. Ég eiginlega bara í sjokki eftir þetta smá. Bara takk fyrir að fá mig og leyfa mér að segja þessa sögu því að ég vil alveg vera opin með hann og ég vil tala þetta að því ég veit að þegar ég fór í þetta sjálf og var að íhuga þetta þá hefði ég viljað geta séð svona
hvar ég ætti að byrja. Einmitt, og hlusta kannski á eitthvað hlusta á eitthvað, þú veist, vita nákvæmlega út í hvað ég er að fara, þetta er ekki bara walk in the park, þú fer ekki niður Livi og kaupir bara í sjálfsala, þetta I'm pregnant, þetta er alveg aðeins meira en það. Já, einmitt. Það þarf alveg að hugsa og það þarf alveg að skoða og pæla. Bara æði, takk fyrir. Takk fyrir að fá mig. Geggjað. Já, ekki bara segja bless.